kvöld, það er Rauðaborðið sem tekur hér við af fréttum fimmtudaginn 13. nóvember. Ég heiti Marja Lilja og ætla hér ásamt samstarfsfólki mínu og góðum gestum að vera með ýmsar kræsingar á boðstólnum við Rauðaborðið í kvöld. Við endum þáttinn á sögu Gunnarssonar rithöfundar Aðventu sem verður lesin upp á fjölda tungumála, ekki hér en þeir sem standa að hátíðarhöldum og upphafningu hans ævistarfs eru þeir Skúli Björn Gunnarsson, forstöðumaður og Jón Yngvi Jóhannsson, bókmenntafræðingur og þeir ætla að ræða við Björn Þorláksson. Brynja Artúrsdóttir og Halldór Sævar Guðbergsson ræða reynslu sína við Ragnheiði Davíðsdóttir en þau eru bæði alblind. Reynsluboltarnir verða á sínum stað, Ólafur Arnarsson, Páll Ásgeir Ásgeirsson og Steingerður Steinarsdóttir ræða þau mál sem hæst fara í þjóðmálunum daginn og veginn og fréttirnar. En við byrjum hér eftir stuttarauglýsingar á þeim Gauta Kristmannssyni, prófessor í þýðingafræðum og deildarforseta Íslensku menningadeildar við Háskóla Íslands og Brynju Elísabet Halldórsdóttur, dósent í gagnrýnum menningafræðum einnig við Háskóla Íslands, sem ræða hér við mig fyrirhugaðar breytingar á dvalarleyfum nema utan Evrópu en nokkur styr hefur staðið fullyrðingar dómsmálaráðherra. Þess aðeins að nemendur sérstaklega frá Pakistan, Nígeríu og Ghana misnoti hér háskólana til að fá dvalarleyfi. Þessu er háskólafólk ekki sammála og hér ætla þau að koma eftir stuttarauglýsingar og standa fyrir máli sínu. Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Húnavellir gistihús, gisting og tjaldstæði á góðu verði, morgunmatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Upplýsingar í símum 848 7012 og 861 2319. Tölvupóstur hunavellir@hunavellir.is. Samstæða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Já, komið sæl aftur og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Marja Lilja og hingað komin góðu gestir. Gauti Kristmannsson, prófessor í þýðingarfræðum og deildarforseti Íslensku og menningadeildar og Brynja Elísabet Halldórsdóttir Guðjónsson, dósent í gagnrýnum menningarfræðum. Verið velkomin. Takk. Já, fínir menn. Gleymum þið ekki. Þeir hingað komin til þess að ræða mál sem að stendur háskólan en svona fullyrðingar dómsmálaráðherra að nemendur, sérstaklega frá Pakistan, Nígeríu og Ghana misnoti háskóla Íslands svona til þess að fá dvalarleyfi, útgefið dvalarleyfi. Þetta sé hvimleitt vandamál og nú eru lög í samráðsgátt til þess að girða fyrir þennan meinta vanda. Gauti, þú reist og vaðið með grein og svaraðir þessu svona út frá þínum bæjardyrum og
Og ég það fyrir orðið einmitt eins og ég segi, það fyrir orðið svona styr þetta mál allt saman, en hefurðu fengið ykkur svör frá ráðherranum? Ekki nema bara einhvern skæting í fjölmiðlum, fínir menn í háskólanum. Mér finnst það ekki samboðið ráðherra á ríkisstjórn Íslands að tala svona starfsfólk háskólans, og þetta reyndar ekki háskóla ráðherra, þetta ráðherra dómsmála, og ég veit ekki hvaða sambönd sá ráðherra hefur í Háskóla Íslands, en þetta bara dylgjur starfsfólk háskólans að það hafi ekki staðið sig í að fara yfir umsóknir. Það alveg vitað að það fjölgaði umsóknum og það var álag, en það líka vitað að það var farið yfir hver einasta umsókn sem tekin fyrir. Þú lappar ekkert inn í háskóla. Þú þarft að senda fram gögn, það eru tekin skriflega próf við fólk erlendis, og það líka tekin viðtöl eða svona munnleg próf til þess að sjá hvort að það standist þær kröfur sem gerðar eru, og það innan við helmingur þeirra sem sækjum sem fá skólavist, og hvort þeir fá síðan dvalarleyfi, það ekki okkar mál, það mál stofnunar sem eru undir ráðherranum, og hún heitir Útlendingastofnun og hefur löngum verið gagnrýnd fyrir að vera svifasein og þungi vöfum, og kannski einbeita sér mest að því að segja fólki að vera ekki að koma eða eitthvað, ég veit það ekki, en það kemur mér ekkert við, en það bara ekki rétt að það sé einhver opin gátt í gegnum Háskóla Íslands, það bara ósatt. Já, þú ert samlega þessu? Algjörlega, við erum búin að reka þessa námsleið núna í næstu 15 ár og við höfum aldrei séð nemendur, það brottfalli hjá okkur mjög lágt, þannig að nemendur sem að koma hingað, þau læra og þau klára námið sitt og fara oft áfram í meistaranám. Við höfum líka með nokkra nemendur sem hafa farið í gegn og eru í doktorsnámi hjá okkur, þannig að þetta ekki fólk sem að koma bara þess að koma, þau koma vegna þess að þau sjá tækifæri til þess að bæta sig, sjá eitthvað sem þau geta fengið hér sem þau fá kannski ekki í sínu heimalandi, og já, það var mikil aukning, og það eru, ýmsar ástæður fyrir því. Það verið að loka landamæri annar staðar, það verið að leggja á auka kostnað á Norðurlöndunum, þannig að það breytir alveg hvernig fólk horfir til menntunar sinnar og hvert það vil fara, og það var kannski eitthvað sem við vorum pínlítið óundirbúin með, en leið og allavega fólki sem ég kannast við innan háskólans var við þessa gríðarlega aukningu, að við brugðumst við alveg strax. Hvernig myndum við bæta kennslu, geta tekið á móti öllu þessu fólki, og hvað myndum við geta gert. Það hafa verið bara mjög miklar umræður innan háskólans þetta. Já, og við förum yfir allar umsóknir og svo framvegis. Þetta er alltaf fyrra, og ég fór að kanna mjög nákvæmlega tölurnar, og að því ég hef tölurnar sem ráðherra þykist hafa, eða gefur í skyn að hún sé með, að til dæmis brautskráningar hlutfall þessara nemenda utan EES og sérstaklega í þessum löndum sem voru nefnd, að mér til mikillar furðu að ráðherra skuli láta slíkt út úr sér, að telja upp einhver sérstök lönd, að það jafnhátt rúmlega 70% brautskráningar hlutfall þessara nemenda, og það jafnhátt eða hærra heldur en annara, og hvaða svindl það? Ég bara spyr. Já, og maður velti fyrir sér hvert svindlið sé. Það talaði að það sé auðveldara að fá dvalarleyfi gegnum háskólan til þess að komast inn á íslenska vinnumarkað. Það eitthvað svona sem hefur verið í umræðinni? Til þess að geta komið og stundarnámi Háskóla Íslands, að þá þarftu að vera með gráðu, stúdentspróf, þú þarft að taka enskupróf sem kostar töluvert. Þú þarft að safna öllum þessum gögnum, og það kostnaðsamt fyrir fólk í þessum löndum sérstaklega. Þetta kannski ekki tölvuvætt, eða þú þarft að tala við svo marga til þess að fá þessi gögn. Svo þarft að vísa til þess að fá dvalarleyfi og námsmannaleyfi. Þá þarftu líka að vera með bankasannanir. Þú þarft að vera með ýmislegt annað, þú getur verið með framfærslu. Þú þarft að sjá þetta eigið húsnæði. Kostnaðurinn við það að sækja og koma til Íslands meira heldur en 300-500.000 krónur.
krónur fyrir að staka nemendur og svo þegar umsóknir sendi inn þá fer ákveðin hópur, þar Erik og Narek sem fer yfir allar umsóknir til þess að gæta þess að það sé engin fölsuð gögn eða neitt svoleiðis, þannig að það alveg stórt prósess, svo fer nemendaskrá í gegnum þetta og svo fara deildir í gegnum umsóknirnar. Þannig að þú veist, til þess að komast í B- eða MA-nám rosalega mikið ferli. Þannig að það enginn bara að gera þetta bara svona, sko. Nei. En hvers vegna haldið þið að ráðherra slengi þessu svona fram? Hún segir að það hafi verið myndaður starfshópur til þess að skoða þetta sérstaklega. Ég hefði nú eftir áræðilegum heimildum innan úr háskóla að það hafi ekki verið, innan þessa starfshóps hafi ekki verið einasta manneskja úr háskólanum. Heldur hafi þetta verið utanaðkomandi fólk sem að skoðaði málin og að háskólasamfélagið hafi heldur ekki verið látið vita neitt sérstaklega af þessari skoðun. Nei, það kemur ekki óvart. Nei, ég hef ekki heyrt þetta. Það er náttúrulega, sko, við í íslensku menningadeild, við fáum kannski flesta nemendur af því að íslenska sem annan mál er mikið, þarna er bara, þú veist, brimbrjótur íslenskunar í dag. Þetta er einhver öflugasta deild háskólans. Og þannig fullt af fólki sem að læra íslensku, leggjað á sig að læra þetta tungumál og það gerir það og það lærir á mjög stuttum tíma að verða talandi og þetta líka alltaf, sumt af þessu fólki eru erlendir sérfræðingar sem vilja vinna hér. Gott dæmi eru hjúkrunarfræðingar frá Filippseyjum. Það fólk, það getur fengið einhvers konar hlutastarf, 22% ef ég man rétt, inn á Landspítalanum, að læra íslensku og það farið að tala við sjúklinga eftir 1 ár og farið inn á Landspítalanum og sjáðu hvort þið finnið ekki hjúkrunarfræðingar frá Filippseyjum eða öðrum löndum sem að sinna íslenskum sjúklingum og þau þurfa að geta þá íslensku. Það er margt gamalt fólk sem getur alls ekki bara útskýrt sig á ensku þó að það hafa einhvern tíma lært ensku í skóla og það er ekki báðulegt að enska sé einhvers konar tungumál á sjúkrastofnunum landsins, svona sem dæmi. Þannig að þetta fólk er að koma hingað, læra íslensku og það er að auka vöxt hennar. Margt af þessu fólki verið síðan þýðendur íslenska bókmennta út í heimi. Ég fæ marga af þessum nemendum til mín í meistaranám og þau eru að gefa út bækur út allar jarðir. Og þetta er bara það sem þeir kalla sko á ensku vinn-vinn fyrir Ísland og svo bara komið með einhvern svona tón ég veit ekki hvað ég meina þessi ráðherra í frjálslyndum flokki að eigin sögn, flokkurinn kalla sig frjálslyndan en þetta er bara að vera að byggja múra sko. Það sko það var sagt frá því í fréttum hérna í haust þegar að það myndaðist þarna einhver flöskuháls á milli háskólans og útlendingastofnunar og við töluðum meðal annars við erlenda nema sem voru lentu utangarðs og voru búnir að setja allt sitt líf hreinlega bara á stopp, voru fastir í heimalandinu, búnir að segja upp íbúðinni, jafnvel selja hana og voru í einhvers konar limbói og maður hefði kannski haldið að þetta væri einhvers konar viðbragð við því en hvers vegna haldið hún hefða beinist að háskólanum frekar þá heldur en útlendingastofnun? Ég bátni ekki því. Nei, ekki heldur. Þetta dróst hjá útlendingastofnun og ég veit ekki hvað dómsmálaráðherra er að valsa inn í háskólan yfirleitt sko. Mér finnst það mjög furðulegt og eins og ég hef búin að segja margsinnis, leyfið er ekki gefið út af Háskóla Íslands. Háskóli Íslands metur bara hvort að nemandinn sé hæfur til að stunda nám í Háskóla Íslands og megi innritast og það er forsenda til að sækja leyfi. Og það eru skilafrestir, alveg fastir skilafrestir. Þú sækir 1. feb, þú mátt ekki sækja eftir það ef þú ert utan EES. Og svo færðu frest líka frá utanríkismála
ráðuneytinu hvenær þú mátt skila inn öllum gögnum og svo það gerist í júní og svo náttúrulega á Íslandi oft frí í júlí og svo kemur ágúst og þau þurfa að vera komin hingað 18. ágúst og ef það ekki búið að fara í gegnum dásum, þú veist, sum leyfisbréf þurfa að fara í gegnum önnur lönd, þar og ekki þurfa að senda vegabref sín hingað og þangað til þess að geta fengið áritanir. Þannig að ef að eitthvað tefst, að þá það bara, þú veist, þá geta þau ekki hafið nám og það var eitt af vandræðum. Sérstaklega það voru cirka 70 nemendur sem komust, voru samþyktir inn í BA-námi hjá okkur og komust ekki í haust. Og þá var spurningum að taka það tilbaka við sem búið að bjóða þeim plás eða hvernig að leysa þetta vandamál. Það rosa erfitt að segja við einhvern sem búin að sækja og búin að fá aðgengi að háskólanum og greiða fyrir Þetta mjög einkennilegt mál, finnst mér bara inn í einhverja neikvæða stemningu gagnvart útlendingum og ég er mjög hræddur að þetta haldi áfram að veri komin risa skólagjöld á nemendur utan EES og það mun vera mjög mikið högg á íslensku menningu og íslenskuna sem bara tungumál því að það fækkar náttúrulega fullt af fólki sem að læra tungumálið og að vinna með það. Það eru frekar fáir Íslendingar sem leggja stund á íslensku því miður. Við botnum ekki alveg í því hvers svona fólk kemur ekki í íslensku við Háskóla Íslands. En það er meiri mæli, skulum við segja. Og við vonum að það lagist en það er náttúrulega vaxtarbroddur íslenskunar í íslensku sem öðru máli. Og svo má ekki gleyma því að það nú þegar 70-80.000 manns af erlendu bergi brotið og margt af því líka utan EES og sumt af því vill læra íslensku, taka sér vera í hlutanámi eða eitthvað svoleiðis og ef það ætlum sá að fara eftir ríkisfangi þá kannski þarf fólk að vera búið að vera hérna í 5 ára og að má læra íslensku. Þetta er kafkaíst Já, þetta kannski kemur manni svo litið spánst fyrir sjónir þegar að háskólinn hefur svona undanfarin ár verið í mikilli svona sók svo út á við sem alþjóðastofnun og sækir mikið í einmitt eða að virðist að fá nemendur að utan hingað heim og sérlega vegna þess að það þykir og mikilvægt að svona með hverjum nemenda þar verði eftir ákveðin þekking í háskólanum sem að svo skila sér út í samfélagið eins og þú ert að segja til dæmis með bara þýðenduna Þetta nær í raun og veru yfir allt háskólasamfélagi. Það stór hluti doktorsnema er erlendis frá og bara almennt ef við skoða þann auð sem að þetta fólk ber með sér inn í samfélagið og ber með sér inn í háskólasamfélagið og svo þann auð sem þau fá úr háskólasamfélaginu og fara með, það eru svo mörg sem að fara svo aftur heim til sín. Þetta ekki, við erum ekki að tala fólk sem að, kannski fólki sem kemur til að læra íslensku gerir ráð fyrir að vera hérna í einhver tíma, en ef þú talar við fólk, þá vill fólk oftast fara heim. Það vill vera með sínu fólki. Íslendingar gera þetta líka þegar stundanám erlendis. Ég var í burtu í 20 ár, kom heim því ég kom með doktorspróf. Þannig að þetta eitthvað sem maður vill fara heim til sín, maður vill auðga sitt eigið samfélag. Dómsmálaráðherra sjálf, hún lærði í Bandaríkjunum og hún fór þar utan með, á fjölskyldu sameiningu, eiginmann og 3 börn. Þannig að þess vegna finnst manni svo ótrúlegt að hún ætti af öllum einhvern veginn að vita hversu miklu máli það skiptir að geta skipt á milli háskóla eða farað á milli landa. Já, það er líka eins og þarna það er þarna mjög margt fólk í doktorsnámi og meistaranámi þvert yfir háskólan sem af erlendu bergi brotið og utan EES líka og þetta geti haft mikil áhrif á það. Og þetta náttúrulega bara íslenskt þekkingarauðmagn sem að verða til þó að þetta sé fólk af erlendu bergi brotið. Og vilja menn brjóta niður Háskóla Íslands og þekkinguna sem þar unnin eða gera þetta gera Háskóla Íslands að einhvers konar college með bara, þú veist, með lítil alþjóðleg tengsl. Þetta einhvern veginn algjörlega órökrétt í mínum huga.
Þetta er alveg þvert á stefnu háskólans líka. Það er bara það. En hver hafa verið viðbrögð rektors við þessu? Nú hef ég hef lítið fylgst með því, ekki nema þarna bara rétt, svona það bil sem að þetta var svona að koma upp á yfirborðið. Þá minnum mig hún hafi talað að hún kannast nú ekki alveg við þetta vandamál, en hún kallaði eftir gögnum. Já, rektor, þarna hún kom í sjónvarpsviðtal eftir fyrstu fréttina og hún var nú erlendist þá held ég og þannig að ég veit ekki hvort hún hafði heyrt fréttina en hún sagði náttúrulega það hefði komið þarna kúfur og umsóknum það hefði þurft að vinna úr því og ég spurði hana síðan á fundi stjórnenda Háskóla Íslands hvort að þessar hugmyndir að takmarka eða það hefði verið ofvöxtur í fólki frá Nígeríu, Ghana og Pakistan og það væri yfirstjórn háskólans væri á þessu máli að þetta stemmast í við og hún sagði nei við því og þarna ég trúi henni alveg með það og þetta væri kemur það mjög á óvart ef hún væri sammála þessu. Þú myndist hérna á að Þorbjörg Sigríður, hún dómsmálaráðherra, við höfum sérstaklega háskólaráðherra, nú lítið heyrst í honum. Ekki bófs. Nei, ég hef ekki heyrt í honum. Höfum verið að tala það hvort við ættum að bjóða við með nokkra sýningar sem að koma í gegnum námi hjá okkur og við vorum að tala það hvort við ættum að fara að bjóða fólki til þess að koma og sjá hvað að gerast í náminu hjá okkur til þess að fólk gerir sér alveg grein fyrir hvað við erum að gera. Því ég held að það sé líka eitt að því að geta talað svona þetta vegna þess að við erum kannski ekki alveg sýnilega við gætum verið með námi sem við erum að bjóða upp á í háskólanum fyrir fólk. Því að þetta líka þessa svona skammtímanám sem eru í boði í 4 mismunandi deildum fyrir fólk í Global Suðri. Þannig að það svo margt í gangi innan háskólans sem alþjóðavæðing og sem tengist fólk allstaðar að við erum kannski ekki alveg búin að vera nægilega sýnileg, mættum vera kannski aðeins meira sýnileg. Já, það svo verður svona grónastofnun eins og jarðhitaskólinn, jafnréttisskólinn, það fiskilduskólinn og það ekki, það eitt held ég. Já. Þetta svona hálf ótrúlegt mál finnst manni eftir að hafa fylgst með mitt frá myndunni og mótmælum innan úr háskóla mótmælum nemenda við háskólan erlenda nema sem að þetta auðvitað bara ákveðin árás það má bara segja það eins og það og svo það auðvitað eins og við höfum rætt hérna að það séu sérstaklega 3 lönd tekin út fyrir svega. Það var, hérna fyrir einhverjum árum síðan var gerð þessi lagabreiting sem átti svona liðka hérna til fyrir háskólanemum að koma utan Evrópu og nema hér. Í anda svona klassísk frjálslyndis. Akkurat. Og ég held að það hafi verið Áslaug Arna sem kom því á. En það svona, ég veit að það hefur svona verið mín tilfinning kannski að það eins og það hafi ekki verið reiknað með því að það myndi allur heimurinn sækja heldur var þetta svona svolítið hugsað fyrir kannski Bandaríkin og Kanada eitthvað svoleiðis og bara svo ég segi þetta fólki sem tekið út fyrir sviga, þetta svart og brúnt fólk. Já, ég skal náttúrulega ekkert mæla hvaða hugmyndir þarna baki, það mjög einkennilegt að velja fólk frá Nígeríu, Ghana og Pakistan. Það ég botna bara ekki í hvers vegna svoleiðis gert. Þetta eru þjóðir sem eru mjög gjarnir í að sækja nám. Þau hafa mikinn áhuga á því en það líka að þá það kannski getum að tala þekkingarleysi á þessi samfélög að við vitum heldur ekki að við tölum svo lítið þessi samfélög, við þekkjum þau hvað þau eru fjölbreytt að þau eru náttúrulega alveg rosalega fjölbreytt og við erum með töluvert af nemendum frá þessum löndum og umræðan sem hefur verið í gangi í nemendahófnum þessi nemendur eru hræddir, þau hafa miklar áhyggjur af þessu og þetta eru nemendur sem
eru hér og eru í námi og eru að upplifa, þú veist, hálfgerða höfnun, þó að þau halda áfram í námi og það vel tekið utan það í gegnum háskólan og við erum að sinna þessum nemendum að þá erum við alveg að heyra sko hvað þetta er mikið álag, þessi umræða sem í gangi innan Íslands samfélags og hvað þau upplifa þetta sem miklu meiri útilokun. Það er svo erfitt að koma í nýtt land og vera algjörlega nýr, sérstaklega þar sem er miklu kaldara heldur en þú nokkuð sem að verið á ævinniðinni og kemur hingað og svo færðu þetta viðmót. Þetta er mjög ókveikjandi, finnst mér. Já, ég vona að við móti í háskólanum síðan þá þarna gott, við reynum það allavega íslensku menningadeild og ég veit að það er líka hjá ykkur. En þetta, þessi orðræða og þessi stemning er orðin eitthvað, sko, þú veist, er óhuguleg í raun og veru. Og þarna, einmitt, að ráðherra í ríkisstjórn Íslands skuli láta oss núti sér, það er bara, ég veit ekki hvað er í gangi, sko. Hvað fannst ykkur ummælin fínir menn? Það var nú svona skot á þig, Gauti? Já, mér finnst það náttúrulega bara, þú veist, lágkúra, sko, og að ráðherra í ríkisstjórn Íslands skuli tala svona starfsmenn háskólans. Já. Þú veist, ég bara vorkennin að vera komin á þetta stig, sko. Við Björn Þorláksson, kollegi minn, við ræddum þetta hérna þessi í fréttunum. Ég svona rétt eftir að hún hafði þessi ummæli hérna ég held að það verið Kastljós. Og hérna við töluðum svolítið þetta. Það er svolítið svona trömpiskur fílingur í því að ráðast á háskólana. Og held þetta sé, ég veit ekki, Birta vottum einhvers konar svona, harðlínustefnu áfram. Ég meina það hefur verið harðlínustefna í útlendingumálum núna undanfarin ár og hún verðist ekki ætla að slaka neitt á. En þetta sé bara liður því. Þetta er svo, þessi svokölluðu útlendingamál er náttúrulega svo furðuleg, sko, að það var þannig að það var dómsmálaráðherra Jón Gunnarsson, heitir Jón Gunnarsson og þarna, sko, undir hans stjórn var fólki frá Venezuela þarna heimilað að koma inn í landið nánast spurningalaust og sama átti við fólk frá Úkraínu og það er ennþá þannig með Úkraínu. Það kom náttúrulega fólk í allmörgum þúsundum. Svo kemur þessi sami maður og segir að þetta er orðið stjórnlaust og það tala um að þessi stjórnlaus á landamærunum, það fólk koma allt löglega og eðlilega á nokkur svindls eða eitthvað. Bara með bóðskortið í rannsóknum. Já, Ísland hafði bara opnað þetta og það er nú eitthvað búið að taka fyrir þetta með Venezuela fólki fær ekki lengur að koma og það er verið að flytja það burtu líka. En þarna, þetta bjóð til álag en það var engum öðrum að kenna heldur en þessum ráðherra og hans eftirmanni. Og svo er talað er þetta gert einhver stór pólitísku máli, það er bara að laga þetta og það er ekki neitt, sko, flest fólki kemur gegnum EES-samningin, gegnum íslenskt atvinnulíf, algjörlega löglega og það vantar og þarna það er útlendingar svona fyrir utan það við erum alltaf allir útlendingar sem við erum að hita svona mest, það er bara ferðamenn á götum borgarinnar. Já, mér finnst það mjög áhugavert að þetta hafi farið svona í þessa átt í síðustu árina því ég bara átti aldrei vona því ég átti aldrei vona og við erum alveg bara alltaf bara opin og ekki með fordóma og allt svona, það er allir með fordóma þannig að það er bara ósköp eðlilegt en þessi breyting, mér finnst það eins og það hafi komið einhver hljómgrunnur einhver staðar inn í samfélagsins þar sem að þetta talar við ákveð hóp fólks og þá bara heldur þetta áfram og stig magnast þar á leiðindu og það er alltaf hægt að velja ákveðna hópa og því ég skoðaði með tölurnar og stærstu hópar nemenda innan háskólan sem eru erlendis frá eru frá Bandaríkjunum og Þýskalandi og svo koma sko þessir hópar sem eru verið að nefna núna og það eru svona 90 manns í hverju hópi. Þetta er ekki fleiri? Nei. Þetta er ekki fleiri heldur en 90 manns? Já, sko, við erum með fleira fólk þarna í íslensku menningadeild, sko, það voru svona, sko, allt í allt 900 umsóknir og það var sko ekki bara utan EES, það var líka bara fólk frá Þýskalandi eða eitthvað og af þeim komu rétt innan við 50% fengu plás
og síðan náttúrulega eru allmörg sem ekki hafa komist inn í landið eða þurft að örendi gáist upp á að bíða eða eitthvað allavega, þannig að þetta eru hérna tölulegu staðreyndir og það eru margir nemendur, en það má líka ekki gleyma því. Það er frábær styrkur fyrir íslensku að fá svona margt fólk til að leggja stund á þetta nám hér á landi. Og svo eins og ég sagði, svo hluti af þeim líka bara sérfræðingar, þetta er fólk með háskólamenntun þá, sem að ná sér íslensku til að geta starfað í íslensku atvinnulífi. Og þetta er bara þess svona mjög einkennileg afstaða, sko. Mannauður, svona saman hvernig á það litið. Já, þetta er með ólíkindum. Hafið þið kallað eftir gögnum sérstaklega, eða hafið þið kallað eftir viðtali eða bara einhvers konar viðbragði frá ríkisstjórninni, háskólafólk svona saminað undir kannski einum hætti? Fyrir okkur var málið fyrst að afgreiða þeir nemendur sem að kæmust ekki og hvað við ætlum að gera við þá nemendur, hvort þau vildu halda áfram að reyna að vera hérna eða koma og svoleiðis. Þannig að það hefur svona svolítið, við höfum fyrst fókusirað á nemendur okkar áður en við ákvaðum, og þetta er þessi grein sem við birtum einmitt í dag, sem kom út á Vísi í dag, er í raun og veru fyrsta grein og fyrstu viðbrögðun okkar við þessu út á við, að því að okkur fannst miklu mikilvægara að sjá fyrir þessum nemendum heldur en að vera að eiga þessi samtal strax, en það er markmið okkar allavega héðan í frá. Við höfum alltaf haldið utan gögnin okkar sko nemendur og þegar námið byrjaði 2008 þangað til núna í dag, að þá hefur þetta þrefaldast eða fjórfaldast í náminu hjá okkur. Og það hefur alltaf verið svona cirka 30% af nemendum sem að sækja námi hjá okkur eru innanlands, eru kannski innflytjendur sem búa hér og vilja fá háskólanám og treysta sig ekki alveg til að fara í íslensku og koma til okkar, og svo er restin sem hefur komið einhvers staðar annars staðar úr heiminum. Og þannig að við höfum alltaf verið að fylgjast með hvernig breytingarnar hafa verið. Þetta var stökkbreyting, en það var ekki þar með sagt að við gátum ekki ráða við þetta og við vildum ráða við þetta áður en við fórum að tala við ráðherraða. Og það er næsta skrefi hjá okkur allavega, er að eiga þessi samtal bæði innan háskólans meðal fólks eins og okkar og svo utan við sko. Því að það er rosa mikilvægt að sjá hvað er að gerast, því að það verður mjög stór breyting ef að þau eiga að leggja á þannig kostnað og taka fólk utan EES út fyrir reiknilíkanið, þá dregst þetta saman mjög hratt. Já, akkurat. Ég ætlaði að spyrja því, hvaða áhrif mun það koma til með að hafa á háskólan ef að þetta gengur eftir og breytt? Það hefur mjög mikil áhrif, mjög mikil fækkun nemenda, einfaldlega. Og margar námsleiðir verða þá ósjálfbærar og ég meina það, sko, við erum bara hrétta í fyrsta viðbragði eftir þetta byrjaði bara í síðustu viku, sko, og þú veist, ég er ennþá gáttaður á þessu og ég er að vona að háskólafólk fari nú að vakna til lífsins með það að þetta muni hafa áhrif á allar deildir eða öll svið og þarna við þurfum að skilja okkur einhvern veginn öðruvísi. Við höfum skilið okkur sem opin háskóla sem er tilbúin að taka á móti alþjóðlegum nemendum og höfum gert það eftir bestu getu, og það hefur löngum þótt í háskólaheiminum mikill styrkur að fá eftirspurn erlendra nemenda. Þetta er ofta, ég stundaði sjálfur nám í Þýskalandi án skólagjalda og þarna þar er oft talað sko að þýskir háskólar þyrftu að fá fleiri erlenda nemendur af því að það auðgar þá. Sama er náttúrulega með þessa fínu háskóla út í heimi sem lifa náttúrulega mest á því að þeir fá sko hæfileikaríkt fólk í nám og það er það sem við viljum. Og það eru kröfur gerðar til þeirra sem sækjum. Það er enginn sem lappar inn bara á skítugum skónum og segir mig langar að læra. Það er ekki þannig. Nei. Og munið þið eftir einhverjum nemenda sem að svindlaði sér inn í dvalarleyfiskerfið í gegnum skólan? Aldrei heyrt það. Ég veit ekki það. Ég hef aldrei, þú veist, auðvitað getur vel verið að sé einhver svartur sauður inn á milli. En sko, reglurnar eru þannig að ef þú kemur í nám og stendur þig ekki, þá þarf það að fara. Og það er líka stofnun ráðherrans, dómsmálaráðherrans, sem á sjáum það að vísa fólk úr landi.
Og háskólinn, þarna, það alltaf klárt mál ef nemandi stendur sig ekki, þá stendur hann sig ekki. Þá ekki hægt þá getur Útlendingastofnun vísað við komandi landi. Þú þarft að klára ákveðin fjölda eininga til þess að geta haldið nemendadvalarleyfinu. Þannig að ef þú stendur þig ekki, þá er það bara, þá er það bara búið, þá ertu bara farin. Já. Og það er ekki létt tekið á því, ég get votta fyrir það. Ég vinn mikið með dvalarleyfishöfum og flottfólki, það er því er umsöfulaust vísa á landi ef að tilmni þykir til. Þannig að þetta er ótrúlegt mál og við höldum áfram að fylgja þessu eftir við Rauðaborðið og fylgjast með ykkur. Ég segi bara gangi ykkur vel og ykkar nemendum. Og þakka ykkur kærlega fyrir Gauti Kristmánsson og Brynja Elísabet Halldórsdóttir Guðjónsson. Takk. Og þá gefum við það meira hér handa við auglýsingar. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir alla raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Gerist áskrifundur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Komið sæl og blessuð, velkomin í reynsluboltana. Þá fáum við fólk sem er reynt í greiningum og störfum og getur talað miklu leyti frjálst. Stundum eru við hér með eftirlaunaþega, þeir geta látið allt flakka. Ísland er þannig að það er fyrst þegar við förum á eftirlaun sem við þorum að opna munninn, segja sumir. En engir veifiskattar hér við borðið að þessu sinni. Páll Ásgeir Ásgeirsson, vertu velkominn. Steingerður Steinarsdóttir og Ólafur Arnarsson, þið eruð öll blaðamenn og ég er blaðamaður, þannig að hér munu 4 blaðamenn ræða málin næstu 50 mínútur eða svo. Og ég ætla að byrja á því sem haft er eftir Guðrúnu Hafsteinsdóttur, formanni Sjálfstæðisflokksins. Hún segir gæludýr á Íslandi fá betri og hraðari þjónustu en börn. Með því þetta er í dagmálum Morgunblaðsins, hún er svona kannski að senda einhverja pillu inn í forgangsmál ríkisstjórnarinnar, gæludýr af frumvarp Ingu Sæland í gær. Það blæsum Sjálfstæðisflokkinn, það blæsum Guðrúnu. Hvernig svona metiði stöðu Sjálfstæðisflokksins og hvernig er fyrir ykkur að fylgjast með til dæmis þeim traustmælingum og fylgismælingum einstakra stjórnmálamanna sem við fengum niðurstöður hjá maskinu í vikunni? Byrjum að þér, Páll. Fyrst vil ég segja það að stjórnmálaleiðtogi sem er á höttunum eftir fylgi frá gæludýrum, hann hefur hvað er að segja? Hann á kannski ekki vonum fylgi annars staðar. Það er út af fyrir sig rétt að það er tímabært að breyta lögum um gæludýr. Af því að Íslendingar hafa lengi haft alveg sérkennilega fjandsamlega afstöðu í garð gæludýra yfirleitt og sérstaklega hunda. Hvort að þetta verður þessi breyting sem að þýðir það að það þarf ekki lengur leyfi sambýlinga í fjölbýli til þess að halda gæludýr. Hvort að þetta verður til þess að auka friðinn í húsfélögum, það efast ég en ég er samt fagna frelsinu. Af því að ég stend með því frekar en ófrelsinu. Það er kannski aðeins til í þessu að við höfum verið að horfa á mikinn vanda barna með fíknivanda og svoleiðis að mann finnst svona stundum að við séum ekki alveg að veita. Það er hins vegar mjög ósmekklegt af Guðrúnu að bera þetta tvennt saman. Þetta er ekki undir. Já, ég er alveg sammála því og það var nú löngum sagt Breta að þeir væri betri við hunda heldur en börnin sín. Og ég veit nú ekki alveg hvort að það er rétt. Þá var fólk að vitna í það að Bretar sendu gjarnan börnin sín á þessa fínu heimavistaskóla og væri kannski svona frekar svona tilfinningarlega
hlédrægir en það bara svolítið undarlegt að taka þetta tvennt. Ég svo sammála að þetta svolítið skrítið vegna þess að auðvitað geta gæludýr fengið forgang því að við borgum sjálf gæludýr eigendur fyrir okkar dýr og við höfum venjulega þá mjög greiðan aðgang að dýralæknum en það borgum við fullt verð. En við erum auðvitað með heilbrigðiskerfi og félagslegt kerfi sem að reyna að þjónusta mjög marga og það alveg rétt að börn hafa kannski verið út undan en við erum líka að horfa kannski á rosalega vaxandi vanda meðal ungmenna. Við finnst að kvíði hafi aukist mjög mikið nú og fíknivandi ungmenna að aukast rosalega mikið frá því sem var og það bara já held ég alltaf að kerfi þurfa ákveðin tíma til þess að bregðast við. Ólafur, hún að senda Guðrún svona pillu forgangsröðun mála hjá ríkisstjórninni og Guðrún með þessum samanburði. Þetta gengur ekkert allt og vel hjá forystufólki Sjálfstæðisflokksins að svona ná eyrum þjóðarinnar og hérna hvað þetta ráða hjá þeim? Varst þú ekki einu sinni alveg grjótarður sjálfstæðismaður eða? Jú, ég var framkvæmdastjóri þingflokks sjálfstæðismanna. Nákvæmlega. Mér finnst sjálfstæðisflokkurinn hafa vilstoltið af leið og það fyrir margt löngu og mér sýnist ekki vera neinn merki þess að flokkurinn sé að ná utanum hvert vandamál hans Það er voða gaman og fyndið að hlusta á forystumenn Sjálfstæðisflokksins koma núna og belgja sig út, berja sér á brjóst og tala sjálfstæðisstefnuna sem sé svo góð og það sé bara eitthvað að í þessu landi og því að fólk kjósi ekki þennan flokk með þessa fínu stefnu og þessi fínu grunngildi. En fólki hefur bara hort á hvað flokkurinn gerir þegar hann í ríkisstjórn. Og það það sem fælir kjósendur frá Sjálfstæðisflokknum. Og það er gott að blessa það gagnrýna. Ég tek undir það. Það er alvarlegt ástand til dæmis hvað var það fíkni vanda ungs fólks. En það er ekkit vandamál sem varð til hér 30. nóvember í fyrra eftir kosningar. Þetta er búið að vera í mörg ár og þessi ríkisstjórn hún hefur viðreist til dæmis setti geðheilsumál mjög í forgrunn í kosningabaráttunni og stjórnin ekki búin að sitja í heilt ár. Drjúgur hluti af þessu ári fór í málþóf og tafaleiki hjá stjórnarandstöðunni vegna þess að það þurfti að standa vörð gjafakvótann til sægreifana. Þannig að ég segi við skulum bara anda með nefinu og fylgjast með. Ég hef trú á því að þessi mál sem brenna á fólki, þau brenna á, það er væntanlega varla til það heimili í landinu sem hefur ekki einhvern snertiflött við þennan fíknivanda sem því miður allt of mikill. Ég hef trú á því að þessi ríkisstjórn muni leggja sig fram að taka á þessum vanda. En þetta er eins og olíutankskip, þú snýr því eitt við á punktinum. Nei. Tengt aðeins svona tiltrú landsmanna til oddvita stjórnmálaflokkana, þá ætla ég að vitna hérna í nýja færslu sem ég sé að ritstjóri Samstöðurinnar Gunnar Smári Egilsson hefur sett á Facebook núna. Hann er búinn að missa röddina, þannig að hann getur ekki verið í vinnunni, en hann hefur rödd á Facebook, þannig að hann er eitthvað að bralla þar. Hann er lasinn En hann segir með því að fella niðurstöðu maskin afstöðu almennings til formanna stjórnmálaflokkana inn í lista yfir afstöðu kjósenda til ýmissa leiðtoga sem í fréttum sést hver góð staða Kristrúnar og Þorgerðar Katrínar og í hversu ömurlegri stöðu formenn stjórnarandstöðuflokkana eru. Og hann er búinn að reikna sem sagt saman
öll svör í svona viðhorfskönnunum, alltaf neikvæð og alltaf jákvæða, teflir því saman og svo sem á toppnum í heiminum, segir hann, Narendra Modi, forsætisráðherra Indlands með +50, en Kristrún Frostadóttir, formaður Samfylkingarinnar, í öðru sæti með +38 og Þorgerður Katrín með +13. Svo þegar maður fikrar sér niður listan, hann með þessi nöfn hérna Donald Trump, forseti Bandaríkjanna -14, þetta mjög skemmtileg samantekt hjá honum, en þegar maður fikrar sér niður og leitar að Íslendingum, þá Inga Sæland með -23, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson -40, Sigurður Ingi Jóhannsson, formaður Framsóknarflokksins -46 og Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins á botninum með -47. Þú varst að koma frá Indlandi, en ekki? Já. Og hérna, fannstu eitthvað fyrir þessum vinsældum? Ég hitti engan sem að var ekki, ég held ég hef ekki hitt neitt í stjórnarandstöðu. Nei, já, nefnilega. Það virtust flestir vera ánægðir, en hins vegar þá þetta eitt og annað í indversku samfélagi sem að kallar á endurbætur og allt það, sko. En þeir virðast vera ánægðir með þá ríkisstjórn sem þeir hafa og það lesið í blöðunum í dag og í gærum hraðan vöxt í indverskum hagkerfum og þess áttar. En ef við horfum á Ísland og Ólafur var að velta því fyrir sér, sko, tala slaka stöðu Sjálfstæðisflokksins, þá sennilega fáinn hluti sem rétt að hafa í huga að Sjálfstæðisflokkurinn nýkomin út úr kosningum til formans sem að fóru nokkurn veginn 50-50. Þetta svona Brexit ástand. Það að segja að það voru báðir þeir sem að töpuðu kosningunum, þeir voru svo nálægt sigri, þeir eru svo langt frá því að vera búin að jafna sig. Þess vegna það eru öll félög sem gangi gegnum þetta, hvort sem það eru húsfélög eða stjórnmálaflokkar, þau eru hálflöskuð mjög lengi á eftir. Þess vegna það mjög farsælt í öllum félögum ef það er hægt að komast hjá því að kjósa. Það best ef að formaður bara klappaður upp. Það langt best fyrir félagið. Og fyrir þetta geldur Guðrún auðvitað hluta til og svo náttúrulega líka það að sennilega völdu Sjálfstæðismenn ekki rétt, þeir völdu ekki framtíðina í þessu formannsvali, heldur fortíðina, sem ég held að sé svolítið að koma í ljós. Það gengið betur með Áslaugu í Brúnni? Ég held það. Þetta sagt með því fororði að öfugt við Ólafa, þá hef ég aldrei, þó ég hafi sýnt að mér alveg fordæma lítið pólitískt lauslæti í gegnum árin, þá hef ég aldrei kosið Sjálfstæðisflokkin og vonast að ég komist í gegnum pólitískt virkni tímabili lífsmíns á þess að gera það. En það líka annað sem að maður sér svolítið að núna í haust er stjórnarandstaðan, ekki bara Sjálfstæðismenn, að fá reikningin fyrir framferði sitt í sumar vegna þess að þetta málþófsævintýra í þingin í sumar, það risti miklu dýpra heldur en menn sáu í fljótu bragði. Í hita leiksins þá töldu þessi sennilega að vera að fella ríkisstjórnina að því að þeir myndu bara taka völdin. En það er ekki þannig sem þetta gerist. Og þeir sem að halda að það að standa í stjórnarandstöðu sé eitthvað sem að hefur einhverja raunverulega vigt, þeir geta alveg hort aftur í tíman og þá blasir það við þeim að ríkisstjórnir á Íslandi hafa alltaf tortímt sjálfri sér. Þær hafa aldrei hrökklast frá völdum eða verið gerðan eina róttækar breytingar út af einhverju sem stjórnarandstaðan sagði eða gerði eða kom til leiðar eða kom í veg fyrir. Það eru kjósendur sem að ráða og þess vegna fá ríkisstjórnir reikningin á 4 ára fresti eða sjaldnar eftir atvikum. En það er stjórnarandstaðan, það er alveg sama hvaða stjórnarandstaðan það er og hefur verið. Þeir geta aldrei eignað sér neinn heiður af þeim breytingum sem verða í stjórnarháttum á Íslandi. Það er bara þannig. Og þetta geti verið holdt fyrir þá sem að nú sitja í stjórnarandstöðu að í rauninni bara anda djúpt og horfa inn á við og einbeita sér að því að byggja upp sín flokksbrot frá grunni og upp úr og vera ekki svo mikið, eins mikið eins og þeir hafa verið að þvælast fyrir störfum þingsins. Vegna þess að sagan segir okkur að það bakar þeim bara óvinsældir. Og þessi mæling á vinsældum, hún eitt skýrasta dæmið þetta sem ég hef séð í mjög langan tíma. Já, margir bíða bara eftir því að miðflokkurinn muni varanlega mælast stærri en Sjálfstæðisflokkurinn í framtíðinni. Þú þeirra skoðunar, Steingerður? Ég vona ekki. En mér er bara svo skynsamlegt þetta sem Páll Ásgeir var að segja. Ég er alveg bara eiginlega svolítið gapandi þetta mér finnst þetta svo góð greining. En
ef að miðflokkurinn verður stærri heldur en sjálfstæðisflokkurinn, þá held ég að af tvennu illu að þá séum við að velja verri kostin. Því að mér finnst svo margt að í málflutningi þeirra svo athugavert að ég ætti óskaplega erfitt með að sætta mig við það. En auðvitað stefnir í það eins og núna, eins og útlitið er núna, að þeir verði stærri. Það gæti gerst. En hins vegar þá ætla ég að vona að það verði ekki varanleg niðurstaða, því ég ætla að vona að fólk verði bara nægilega skynsamt til þess að sjá það bara til að mynda að við búum að miklu mannauði, erlend vinnuafl sem hefur flust hingað, fólk sem er að auðga í íslenskt samfélag hefur blandast mjög vel og er komið til þess að vera. Nú og eins viðhorf allavega margra miðflokksmanna til kvenna og kvenréttinda, það er eitthvað sem ég mun aldrei geta sætt mig við, bara aldrei. Nei. Hverju spáirðu þetta, Ólafur? Já, þetta er dálítið athyglisvert. Sjálfstæðisflokkurinn virðist hafa tekið meðvitað ákvörðun það að hann sé að berjast við miðflokkinn þetta hægra fylgi. Hann er ekki að horfa inn til miðjunar þar sem þorri kjósenda er. Og mér finnst, ég veit ekki af hverju það stafar. Mér finnst þetta ákveðin uppgjöf hjá Sjálfstæðisflokknum. Mér finnst þetta afskaplega vitlaust lesið hjá forystu sjálfstæðismanna að hoppa út í þennan drullpott sem að miðflokkurinn er í og byrja að stappa þar frekar en að leita inn á miðjuna. Þegar Sjálfstæðisflokkurinn var 30-50-40% flokkur, það var ekki allt eitthvað hægri öfgafylgi. Það var eflaust þar líka, en þorrin af fylginu, hann kom frá hófsömu frjálslyndu fólki. Sjálfstæðisflokkurinn er raun og veru búinn að segja þessu fólki að éta það sem úti frýs. Sem er núna inn í Samfylkingu og Viðreisn, viltu meina? Já. Þannig að ég held að þurfa að verða mikla breytingar í Sjálfstæðisflokknum til þess að hann ná einhverju viðspyrnu. Hann er búinn að vera í frjálsu falli í raun og veru ansi lengi. Já. Og aldrei eins og á þessu ári. Guðrún kallar ESB brennandi hús og mogginn er náttúrulega svolítið að etja saman, reyna að segja okkur það að það sé ósamstaða á milli Kristrúnar og Þorgerðar Katrínar ESB-málin. En það er eiginlega svona sama hvað er verið að reyna, það er svona eins og þetta virki ekkert alveg. Ég held að það sé, við langar aðeins til að tjá mig þennan miðflokk og þessar fylgisbreytingar sem hafa verið að verða. Ég held að við eigum eftir að sjá það á næstu mánuðum að miðflokkurinn stækkar meira heldur en er að mælast núna. Ég held að þó að það fylgi koma einhverju leyti frá sjálfstæðismönnum sem það augljóslega gerir, þar skulum við ekki vanmeta hlut heimilislítilla eða heimilislausra framsóknarmanna í því að þeir eru líka í leit að svona athvarfi og svo má heldur ekki gleyma horfa fram hjá því að þessi málflutningur Snorra Málssonar sem er hann ekki orðinn varaformaður flokksins, að þessi undarlegi 19. aldar málflutningur hans jafnrétti kynjanna og hlutverk kvenna í nútíma samfélagi og allt það, að þetta við sjáum það frá útlöndum að þetta er málstæður sem að með einhverjum hætti ratar til yngri kjósenda. Og þetta gerist á sama tíma og hinir diggu sjálfstæðismenn, það má heldur ekki gleyma því að þetta fylgi sem að sjálfstæðisflokkurinn er að missa, það er ekki allt að fara upp til miðflokksins. Maðurinn með ljáin á sinn hluti þessu vegna þess að hinir diggu sjálfstæðismenn, þeir eru líka frekar aldurhnignir. Þannig að ef maður vil skoða áhugaverðar mælingar hlið við hlið, þá gætum við hort á minkandi fylgi Framsóknar og Sjálfstæðisflokks annars vegar og svo samdrátt í neyslu lambakjöts hins vegar. Þetta eru sennilega sömu kraftar sem að verki vegna þess að það er fullorðna fólkið sem að hverfa af náttúrulegum ástæðum út af kjörskrá.
Og þetta eru bara breytingar á hugarfari og viðhorfum sem að verða fyrir framan augun á okkur. Það er stundum erfitt að sjá þau, sko, af hverju þetta gerist. Og ég held nú að þó að menn svona hlusti stundum dálítið agndofa á Snorra Másson þegar hann að viðra, sko, stjórnlausar áhyggjur sínar af lækkandi fæðingartíðni, að þá, ég held að stór hluti þeirra sem hlusta eiga dálítið erfitt með að taka þetta alvarlega. En hitt ef þú vilt elta þennan málflutning, þá væri mjög áhugavert að spyrja þá Mr. Másson og hvað ætlar að gera í því? Vegna þess að við höfum í kringum okkur nokkur dæmi það að einstök sveitarfélög á Íslandi hafa til dæmis verið að bjóða, sko, fjárhagslegan ávinning af því. Það borgað vist á hvert barn sem fæðist á tilteknu árabili og svo framvegis. Þetta er til þess fallið að skemmta fólki. Það er engin vigt í þessu, það er engin alvara í þessu, þetta er bara einhver svona froða. Og ég held að hinn raunverulega ástæða, þá einhver verið að benda mér á þetta, að næstlægsta fæðingartíðni í heiminum á eftir Íslandi, eða við erum í hópi þarna með Suður-Kóreu, þar sem að ungt fólk er líka í þessu stöðum, það vill ekki lengur eiga börn. Og hvað eigum við sameiginlegt með Suður-Kóreu? Húsnæðismarkaðurinn er í upplausn. Hann er í björtu báli. Það hefur engin efni á því að flytja heimann í Suður-Kóreu og það sama á við. Þetta er að gerast hér líka. Þannig að þetta er ekki breyting af hugsunarhætti, þetta eru bara veraldlegar kringumstæður. Þannig að ef þú vilt, ef þú skilgreinir það sem eitthvað forgangsmál að hækka fæðingartíðni, sem að ég veigra minni við að tala um þetta því mér finnst þetta svo heimskulegt, að þá leiðin þangað að bæta aðstæður fjölskyldufólks. Þetta sé alveg hárrétt hjá þér. Gefa því aðgang að húsnæði til dæmis sem það sem getur alið upp þessi börn sem það ætlar kannski að eignast. Þetta er alveg rétt hjá þér, en hins vegar þá verði ég samt að segja að ég hef rosalega áhyggjur af þessu hugarfari, af því að við sjáum bara í heiminum í dag, eins og ég man þegar ég las The Handmaid's Tale eftir Margaret Atwood á sínum tíma, að þegar maður lokaði bókinni þá lagði maður hana frá sig með svona fegins andvarpi, þetta mun aldrei gerast hér í vestrænu lýðræðisríkjum. En hvað er að gerast? Þetta er nákvæmlega myndgerast. Já. Og við sjáum það til dæmis eins og í Afganistan að það er hægt, og í Íran á sínum tíma, að það er hægt að reka konurnar á bakvið slæður og inn á heimilin með einu pennastriki. Hvað er að gerast í Bandaríkjunum? Kvenréttindi í Bandaríkjunum er í bara sögulegu bakslagi. Og þetta hefur ekki verið svona bara frá því fyrir stríð, víða í mörgum fylkjum. Við erum að sjá þetta líka í Evrópu, við erum að sjá þetta í Ungverjalandi, í Slóvakíu, Pólandi að vissu marki. Akkurat. Og mér finnst sko full ástæða til þess að hafa áhyggjur af svona málflutningi, þó að ég taki undir með Páli að þú veist auðvitað langar mann mest til þess að hlæja þessu, og það er auðvitað alveg rétt hjá honum að minnkandi fæðingartíðni er í beinu sambandi við það hvernig lífskjör barnafjölskyldum er boðið. En við verðum líka að hugsa bara hvernig viljum við sem samfélag líta út. Við erum búin að klappa okkur á bakið og reykja okkur af því hvað við séum jafnrétti sinnuð, en hvenær kemur það til með að breytast hér, og hvað er langt í það að við fáum einhvern hljómgrunn út í samfélaginu við einmitt svona málflutningi? Ég sé bara mjög skrítin málflutningur ef þú ferð að hugsa þetta mál til enda. Af hverju ættum við að gera upp á milli þjóðfélagshópa? Hvernig ætlum við að fara því að ákvarða sko að það sé eitthvað verra, að það sé lág fæðingartíðni hjá þessum hópi heldur en þessum. Ef okkur vantar fólk, sem ég held að sé reyndar engin ágreiningur að Íslendinga vantar fólk, við erum ekki nógu mörg, þá held ég að við ættum að taka utan það vandamál og fagna því, í staðin fyrir að fara að velta því fyrir okkur hvort að þau börn sem fæðast séu með réttan ríkisborgararétt. Þetta er svo ævintýralega heimskulegt. Já, ég tek undir þetta, og ég held nefnilega að sko, þetta sem þið bæði hafi sagt hérna er nefnilega stór merkileg. Sko. Við sjáum það að sko, lýðskrums og popúlista flokkar, það er mikill uppgangur þeirra og okkur finnst það vont. Mér finnst það vont.
en það ástæða fyrir því að það mikill uppgangur þessara flokka. Það einmitt þessar aðstæður. Við höfum sem samfélag, þá höfum við í raun og veru sofnað á verðinum og ríku landi og Íslandi að það sé þessi staða á húsnæðismarkaði að það sé óvinnandi vegur nánast nema bara fyrir þá sem fæðast með sko silfurskeið í munni að koma sér upp húsnæði. Þetta áfellisdómur yfir okkur. Við verðum að breyta þessu. Ef við ætlum að sporna gegn þessum miðflokkum þessa heims, þá verðum við að bæta ástandið fyrir fólkið sem býr í þessu landi. Já, í þessu samhengi aðeins inn í þetta sem mútu að segja núna. Ég átti hér í gær spjall við 30 unga konu sem að hefur ekki notið forgjafar frá foreldrum hvað var það efnahag og þegar hún byrjuð á leigumarkaði þá kemst hún náttúrulega ekkert út á þessum leigumarkaði. Hún var líka að tala við mig námslánin, hvað þau hafa breyst rosalega, hvað þau eru miklu verri heldur en okkar kynslóð ólst upp við og ég svo sammála því að þetta gat og þessar ógnir sem við blasa ungu íslensku fólki, við erum ekki að tala þetta, hvað þá gera eitthvað róttækt í þessum málum, ekki sko 1/10 af því sem þyrfti að vera. Nei. En afsækja þetta var bara svona mitt innskott. Fólk sér velsældina, fólk sér peningana allstaðar, en peningunum svo misskipt, það vandamál. Það vandamál. Og þetta auðvitað sá jarðvegur sem að svona öfgaflokkar eins og miðflokkurinn, ég ætla bara að kalla hann öfgaflokk, rétt eins og republikanaflokkurinn orðin í Bandaríkjunum og fleiri flokkar í Evrópu. Þetta jarðvegurinn sem svona flokkar spretta upp úr. Og einmitt þetta sem að Páll var að segja, að leiðin til þess að laga þetta, leiðin til þess að bæta samfélagið og gera okkur einmitt kleift að blómstra og njóta þess mannafla sem við höfum, það einmitt að taka utanum alla þessa hópa. Og þetta alveg rétt sem þú ert að benda á að námslánin eru orðin ömurleg og það að draga úr jafnrétti fólks til náms. Það eru langt flestir hættir að taka þau eru svo vond. Það er bara vita mál. Það er bara 1/50. Fólk veit að það er ánægðsdómur að taka námslán. Og hugsið ykkur, þetta var félagslegt úrræði sem við vorum bara sammála að ætti að vera jafnaðar úrræði áratunum saman. Við vorum líka sammála það að við vildum mennta þjóðina og vildum mennta þjóðina sem mest og best og þess vegna náttúrulega komum við upp þessum úrræðum til þess akkurat að þoka því áfram og við erum í þeirri stöðu reynda núna, það vantar fólk til þess að vinna þessi verk sem að áður þeir sem höfðu minni menntun sinntu og Íslandingar vilja ekki lengur vinna af því að þeir eru búnir að afla sér einhverjar framhaldsmenntunar en í staðin fyrir að leggja þessa ofur áherslu þá á að allir fari í gegnum háskólanám, akkur bjóðum við þá ekki fjölbreyttari úrræði og það má stytta námstíma í mörgum fögum. Við höfum verið með þá stefnu að í staðin fyrir að stytta námstíma eða halda þeim námstíma sem hefur verið, að þá erum við alltaf að lengja. Hér í vikunni var einmitt frétt hjúkrunarfræðin að þær hjúkrunarfræðingar ættu að lengja það í masterskráðu. Já, í masterskráðu. Þetta einmitt það sem ég að hugsa. Ég meina, kynslóð mömmu og pappa, þau byggu við það að ef að fólk var með stúdentspróf, þá hafði það mikla möguleika á vinnumarkaði. Núna skiptir það jafn miklu máli og gagnfræðaprófa áður og nú BA-prófið sem að ég tók á sínum tíma, það orðið einskis nýtt því að allir þurfa að hafa MA-gráðu og hvað verður það næst og það, sko ég veit ekki, við þurfum auðvitað að fá gott fagfólk sem vel menntað en við megum heldur ekki vanmeta þá reynslu sem fæst út á vinnumarkaði og af hverju getum við ekki bara menntað fólk í alls konar fögum og gefið þeim færi á að læra kannski 2-3 ár eftir
að grunnskólaprófi lýkur og koma þá út á markaðinn með gott próf í staðin fyrir að stefna því að allir séu í allavega 7-8 ára háskólanámi. Ég held að þetta veigra mér við að tala gegn aukinni menntun hjúkrunarfræðinga. Það eru örugglega bara betri hjúkur sem en ég man það er á tilfinninguna að þetta sé hluti af svona kjarabaráttu. Já, en sko ég held að ég fari rétt með það að ég man ekki lengur hvað eru mörg ár síðan að kennaranámið var lengt. En ég held að það hafi ekkert dregið úr sko hlutfalli þeirra kennara sem að skila sér inn í kennslu eftir að loknu námi og ég er ekki viss að það sé þetta hafi útrýmt skorti á réttindakennurum eða þú veist, ég er ekki viss að reynslan af því að lengja námið hafi verið samfélaginu endilega til góðs eða ég veit ekki hvort það er til mælanlegir kvarðar á það. Nei. En hins vegar er ég auðvitað hlynntur. Ég veit ekki hvort ég að láta þess getið hér að ég tók aldrei námslán, ég tók bara bílpróf og stóð sjálfur straum að því. Tókst bílpróf? Já. Það lauk minni framhaldsnám. Það er svolítið gott. Heyrðu, en ég ætla að víkja aðeins af því að við erum hér stödd 4 blaðamenn í einu herbyggi. Ég ætla aðeins að ræða fjölmiðlun. Ég held að þú hafir skrifað pistil, Ólafur, það að Sýn væri farin að elta ritstjórnarstefnu Moggans. Þetta er pistil sem að birtist á eyjunni. Já. Segðu þessa sögu örstutt. Það byrjaði með einhverjum blaðamannafundi og Moggin sló upp á, eða ríkisstjórnarfundi fyrirgeðu og Moggin sló upp á forsíðu að ríkisstjórnin væri liðast sundur. Já, þetta var dálítið merkilegt. Það kom svona einhver skoðanapistill á forsíðu Morgunblaðsins síðasta föstudag. Já, ekki frétt sem sagt, bara skoðanapistill. Nei, þetta var í einhverjum búningi fréttar en það var ekki, þetta var greinilega bara blaðamaður að skrifa sína skoðun og því var fylgt eftir á síðu 2 það sem var svona þetta einkendist af dálitli óskhyggju. Morgunblaðið er náttúrulega í harðri stjórnarandstöðu og það var verið að tína til svona þau mál sem gætu verið ágreiningur innan ríkisstjórnarinnar og fullyrt að það sé ágreiningur þau. Svo seinna þennan sama dag þá er vitnað í þennan skoðanapistil og það er vitnað í á síðdegisþætti Bylgjunnar og þá er þetta kallað fréttaskýring. Stórmerk fréttaskýring eins og það var orðað. Okay. Og svo var fengin álitsgjafi til þess að tjá sig þetta, hvort að ríkisstjórnin, það væri allt í hund og kött í ríkisstjórninni og þá var fengin aðstoðarmaður formanns Miðflokksins sem svona þessi álitsgjafi í það og mér fannst þetta var alveg dásamlegt samspil þessara tveggja miðla sem nú báðir að því virðist algjörlega komnir undir hælinn á sægrefum þessa lands. Já, þér finnst Sýn vera að stefna hann. Já, sægrefarnir eru nú komnir með sinn fulltrúa í stjórn sínar. Já. Heiðrún Lind Martinsdóttir er komin í stjórn sínar og hún er þar í skjóli eigenda. Já. Og það er ekki sömu eigendur á Morgunblaðinu, en það mætti það ekki vera en það eru fleiri en 2-3 stórútgerðarmenn á Íslandi. Já, þarna nefnilega finnst mér finnst að við ætlum að ræða þetta sko. Þarna er ástæða til að hafa áhyggjur, raunverulegar áhyggjur af framtíð fjölmiðlunar á Íslandi því á sama tíma er náttúrulega sótt að Ríkisútvarpinu sumpart réttilega að mínum mati en sumpart með mjög ömurlegum og ósanngjörnum hætti en við erum af því að við munum þá tíð þegar við vorum með margar ritstjórnir og öfluga fjölmiðlun sem að náði bara vítt og breytt að það eru ansi breyttir tímar og einhvern veginn mér líst illa á þetta. Ég held að ég veit ekki hvort er verri kostur að fréttastofu Sýnar verði lokað eins og mér sýnist sumpart vera svona rökréttasti leikurinn í stöðinni að því að það er greinilegt að þetta áskriftarsjónvarp í því formi sem það er að það er svona ganga sér til húðar þannig að ef ég ætti að spá framtíðina sem er
hvað erfiðast að spá af öllum hlutum, að þá myndi ég gera ráð fyrir því að Fréttastofu Stöðvar 2 yrði lokað og starfsemi fjölmiðilsins lögð niður í þeirri mynd sem við sjáum enn í dag og þetta yrði að svona efnisveitu í líkingu við sjónvarp Símans, eitthvað þess áttar sem að getur eftir sem áður látið framleiða fyrir sig innlent efni. Það er góð spurning hjá þér, hvort vil maður bara hinn kosturinn er að Fréttastofa sínar verði að fjölmiðli eins og Morgunblaðið í dag sem að er í rauninni hvað er þetta að kalla sokkbrúður já. sem að segja bara það sem eigandi vill, skilurðu. Og það er ekki betri kostur. Það er ekkert eftirsóknarvert við að tveir stærstu fjölmiðlarnir á markaðnum séu í rauninni málpípur sérhagsmunahópa. Það er afleitt fyrir samfélagið. Það er mjög afleitt. Það er út af fyrir sig. Þetta sem Ólafur var að nefna fréttir Morgunblaðsins, svo það er birtastundum, sem er mjög kúnstugt. Það er auðvitað sá draumur einstakra starfsmanna á Morgunblaðinu, og ég veist að Stefán Einar séð nú þar fremstir í flokki, að vera virkir í stjórnarandstöðu, að þeir geti með einhverjum hætti klofið ríkisstjórnina og línan sem hefur verið lögð niður frá því að kosningum lauk er svo að í þessu stjórnarsamstarfi er Flokkur fólksins veikasti hlekkurinn og það er þar sem að það er hægt að koma fæti fyrir hann. Ef við reynum að horfa það eins og það er í veruleikanum, þá er Flokkur fólksins sá stjórnarflokkur sem hefur tapað mestu fylgi frá kosningum og ef það er farið í kosningar á grundvelli nýjustu skoðanakannana þá myndar sennilega ekki komast inn á þing eða kannski með 1 eða 2 menn, meðan að hinir stjórnarflokkarnir hafa aukið fylgi sitt frá kosningum. Reyndar held ég að skoðanakannanir hafa alltaf verið misvísandi varðandi Flokk fólksins vegna þess að hann fær miklu meira upp úr kjörkössum en skoðanakannanum. Að það er rétt mat stjórnarandstöðunar að Flokkur fólksins sé veikilekkurinn í þessu stjórnarsamstarfi, en þessi staða sem slakar fylgi þeirra en aukið fylgi annars stjórnarflokka, það gerir það að verkum að það er alveg sama hvað verður sagt og á hverjum verður barið, allt þetta kjörtímabil, Flokkur fólksins mun aldrei rjúfa þetta samstarf. Ég er sammálaður. Vegna þess að helstu forystumenn flokksins, þeir ætla að sitja í þessari ríkisstjórn þá til kjörtímabilinu lýkur, þá ætla þeir að hætta í stjórnmálum. Og þeir hafa engan áhuga á því að stíga út eitthvað fyrr heldur en skipuritið segir til og þess vegna hefur, hvort sem okkur líkar það betur eða verð, þá hafa Kristrún og Þorgerður, þær hafa algjört haustak á þessum samstarfsflokki vegna það myndi ekki skaða þeirra flokka neitt að boða til kosninga þess vegna núna á aðventunni að það sem kemur upp úr þeim kjörkössum væri 2 flokka ríkisstjórn þeirra. Ég held að sé rétt að það er talsverðar líkur á því að það yrði niðurstaðan á kosningum núna yrði meiri hluti Samfylkingar og Viðreisnar. Þess vegna þýðir þessi baráttu aðferð ekkert. Og ég er alveg sammála að það er ekki inn í myndinni að Flokkur fólksins sé að fara að hlaupa út undan sér í þessu ríkisstjórnarsamstarfi. Það bara er ekki inn í myndinni. Ég ætla nú að bæta því við að ég held að sé heldur engin ástæða til þess vegna þess að Flokkur fólksins hann fékk eitt og annað inn í þennan stjórnarsáttmála og við erum búið með tæpt ár af 4 á þessu kjörtímabili. Flokkur fólksins ætlar að ná þessum málum í gegn og ég er alveg klár á því að Flokkur fólksins metur það svo að þegar þeir geta sýnt fram á þeir séu búnir að skila sínu til dæmis fyrir strandveiðimenn og þar fram til göttunum að þá muni flokkurinn standa nokkuð sterkur í næstu kosningum. Já, bara en svona til þess að víkja aftur að fjölmiðlum, þá held ég að sé full ástæða til þess að hafa áhyggjur af íslenskri fjölmiðlum. Við þurfum að finna einhverja leið til þess að viðhalda henni, af því að neysla á erlendu efni er orðin svo mikil eins og það sem hefur komið fram í fréttu núna undanfarið, að Íslendingar eru farnir að sækja sér efni mjög mikið til streymisveitna á netinu og það meiri sé ólöglegra streymisveitna sem eru í ýmis konar vafasamri hliðarstarfsemi sem að manni finnst kannski ekkert óskaplega fallegt eða gott að vera að styrkja.
Og eins bara að ungt fólk í dag það leita rosalega mikið að sínum fréttum inn á erlendum miðlum og ég veit mjög margt ungt fólk sem aldrei nokkuð tíman fer inn á íslenska vefmiðla. Það fær allt sitt frá erlendum miðlum, mörgum mjög góðum. En samt sem áður að þá hlýtur það auðvitað að verða til þess að þetta fólk hefur kannski ekki beinlínis sömu innsýn inn í íslensk málefni og við myndum óska eftir vegna þess að til þess einmitt að geta tekið afstöðu í stjórnmálum og til þess að geta kosið annarkvort flokk fólksins eða miðflokkin eða hvað það er, þá þarftu að vera með á hreinu hvað er að gerast hér. En það er fullt af ungu fólki í dag sem að hefur bara engan áhuga á því. Ef því langar í fréttir þá fer það inn á Guardian eða New York Times eða hvað það er sem að það velur sér. Já. Eða aðeins að fara yfir í allt aðra sálma sem er moskítóflugan. Nú er hún fundin á Suðurlandi og í hesthúsi og hún er annarar tegundar heldur en í Kjósinni. Hvernig líst ykkur á þetta? Mér Já, ég er engin sérstakur aðdáandi moskítóflugna og ég hef stundum haft að nánari kynni heldur en ég kæri mig en ég veit líka að það er í okkar heimshluta þá bera þær ekki sjúkdóma og það er því miður eins með þær eins og lúsmíð að það verður bara að leyfa þeim að bíta sig. Það er bara þannig. Það er þetta óþægindi sem við höfum af því þegar moskítófluga bítur okkur er að stórum hluta ofnæmisviðbrögð og þegar að 1000 moskítóflugur hafa bitið þig þá er líkaminn búin að aðlagast þessu og það hættir að fá svona reaksjón. Þetta getur verið erfiður aðlögunartími en ég meina það er ekkert í lífinu sem fæst fyrirhafnalaust þannig að ég hef engar sérstakar áhyggjur af þessu. Stengirður, manstu hysteríuna þegar lúsmíði kom? Já, ég man sko vel eftir því og það voru alls konar flugnafælur sem spruttu upp og seldust dýrum dómum og þær voru sumar svo óskaplega hugvitsamlegar að maður gat ekki annað en hlegið að þeim og ábyggilega verður eitthvað slíkt varðandi moskítófluguna líka en þetta er vágestur, það er ekki takt að segja annað. Við erum brjálaðislega upptekin að þessu bara alltaf ef einhver skrifar þessar moskítóflugur þá bara mest lesið. Já. Leitur og þrýr. Ég held að þetta verður ekki stórt vandamál hérna. Ég hef búið í nokkrum löndum erlendis þar sem eru moskítóflugur og maður varð aldrei neitt sérstaklega varðið þetta. Jú, þetta var hvimleitt, maður gat fengið bit og svona en eins og Páll segir þetta er ekki að sko smita okkur að malaríu og slíku hér í þessum heimshluta. En erum við ekki að kveðja einhverja svona ímynd eða heimsmynd? Sko, Já, það hefur lengi verið vísindamönnum ráðgáta af hverju það þrífast ekki hérna. Jú, akkurat. Og menn hafa komið fram í alls konar hugmyndir það að vatnið á Eldfjallaeyjunni sé ekki af réttu sýrustigi fyrir þær umhleypingar á íslenskum vetrum, komið í veg fyrir að ekkinn klekist. En nú skilst mér að þetta sé sérstökt útihúsa afbrigði af moskító sem er komið hingað þannig að þær þurfi ekki vatn til þess að klekja út ekkjum sínu þannig að þá held ég að þetta stríð sér tapa. Já. En það er eins og alltaf kannski svolítið gaman og auðvitað líka svolítið kvíðvænlegt þegar það kemur eitthvað svona nýtt fyrirbæri inn í vistkerfið og ég meina glókollurinn kom hérna fyrir nokkrum árum og nam land og við fögnum honum alveg innilega enda bráðskemmtilegur fugl og nú er til dæmis gráhegrum að fjölga rosalega mikið fólk að sjá þá út allt. Ertu mikil fuglakona? Já, ég reynda bara svolítið náttúran. Já. Og þú veist og við erum að fagna því alveg óskaplega til dæmis fyrir nokkrum árum líka þá nam hér land lensutunglurt sem ekki hafði verið hérna áður og hefur vestræna útbreiðslu sem er mjög gaman og þetta er svona eins og ég segi það eru svona ýmsir svona gestir sem við fögnum innilega og eins hérna maríuhænur þær voru ekki hér á landi þegar ég var að alast upp en mér skilst að þessu komnar hérna núna þannig að
Ég held bara með þessum auknu vöruflutningum milli landa og þessum aukna heimsóknum gesta hingað og eins ferðalögum Íslendinga, þá verðum við bara einfaldlega að sætta okkur við þetta. Alveg eins og bedbugs, þær eru komnar hingað. Þær eru komnar til að vera. Já, og kakkalakkin, hann er að breiðast út allt, byrjaði á Ásbrú og að nema land hingað og þangað. Ég vil halda því til haga að að þegar að dóttir mín var að vinna á Jarlinum í Kringlunni í kring 1995 þá voru kakalakkar þar. Já, var það. Já. Og hún bað mig lengstra orða því henni þykir vænt föður sína að við viljum meðsynlega borða ekki á Jarlinum. en svo getum við líka snúið þessu upp í ávinning. Glasið er alltaf hálftómt eða hálffullt. Ég var fyrir 2 árum þá var ég langdvölum í Finnlandi á Vatnsbökkum eins og það er eiginlega ekki hægt að vera í Finnlandi öðruvísi en að vera á Vatnsbakka. Þetta er ekkert nema vatn. Og moskítóflugur bitu mig af mikilli innlifun og ég var eitthvað að væla undan þessu við heimamenn. Þeir sögðu bara með nokkru stolti. Það er minnst rétt að þú vitir það að það eru 50 tegundir af flugum hérna sem bíta þig önnur en moskító. Sem sagt, hættu þessu væli. Já, við höfum svo sem haft bitmý og Björn þekkir það nú ábyggilega mun betur en við og ólst upp á Bökkum Mývatns. Jú, að þar er bæði bitmý og svo þetta mý sem að lætur þig í friði fyrir utan það ergjaði. Já. Það eru á milli 50 og 60 tegundir af mý við Mývatn og það er eiginlega ekki nema ein sem er skein og hætt og hún verðist nú færi í manngreinar álit, hún ræðst nú aðkomu fólki, finnst okkur frekar en okkur heimamenn. Það er hættur að finna fyrir því. En mér er kennt þetta orði yfir mývarg, eða mýbið, að þegar það væri mjög mikið af skýjum í Mývatnssveit, þá segðu þeir að væri pæluvargur. Pæluvargur, já. En sko það er ekki mývargurinn sem býr til þessi ský, það er rykmýð. En þegar það þarf að vera dimmt, segja þér. Vargi. Ég segi stundum dálítið brútal sögu af því sko hvernig maður og náttúra og brauðsneið rann saman. Að sögur herma að í gamla daga þegar menn voru í heyskap á sumrin og hafi kannski verið rýrt í búi, þá hafi þeir dugað þeirra kannski til rúbrauð og þeir hafa smurt þverhendar þykkt að smjöri og svo bara í heyskapnum brauðið látið standa einhvers staðar og kom kannski ofan á svona þykkt lag af mýflugu ofan á og svo bara átum menn þetta enda náttúrulega frábært prótín í mýflugunni og létu sig hafa það og nutu gjafa náttúrunnar í stað þess að líta á þetta sem einhverja plágu. Umfaðma náttúruna, ekki líta á hana. Er ekki víða í Austurlöndum steiktar pöttur á boðstólum, engisbrettur og fleira? Þeir áttu að sjá þessu undan öðrum að Já, og jarlinn með kakkalakkana. Þeir voru svo gráfæða á jarlinum. En já. Einmitt umræðan er komin á háskalega stig. Þessu fer að ljúka hjá okkur því miður, það búið að vera virkilega gaman að hafa ykkur en verðum við ekki aðeins að enda þennan þátt á smá umræðu lausn dómsmálaráðherra á vandamálinu við ríkislögreglustjóra. Sko sjálfur hef ég haldið því fram að þetta hafi svona verið næstum því frábær lausn en mér finnst þetta svolítið svona mikil gjöf til hennar. Mér finnst staðinnar vera orðin veik. Mér finnst ekkert sniðugt fyrir mig sem skattborgar að sjá eftir þessum 100 milljóna. Mér finnst þetta bara vera hálfgerður starfslokasamningur að færa hana til sem sérfræðingi í ráðuneytinu á fullum launum. Svo mín skoðun, þannig að henni sé haldið til haga en aðrir eru bara voðalega ánægðir ef við förum aðeins hringinn. Það er hægt að líta á þetta sem afgreiðslu þennan hagsýnu húsmóður að það sé betra að hafa hann í vinnu inn í ráðuneytinu heldur en að heima á aðgerðalausa á launum því að ríkið hefði sennilega ekki komist undan því að borga henni laun. Hins vegar finnst manni auðvitað að svona fræntikli og vinargreiða spilling ætti kannski að hafa einhverjar alvarlegri afleiðingar heldur en þetta. Já. Ég get alveg tekið undir það en ég segi bara eins og að mér hefði fundist það sárara að við hefum neyðst til þessa borginni vegna þess að lögin í landinu einfaldlega svona fyrir að gera ekki neitt og Sigríður Björk hæf kona þannig að það alveg hægt að nýta hennar starfskraft og mér finnst það bara sjálfsagt og ég eiginlega bara dáist svolítið að Þorbjörgu fyrir að gera það en svo megum við líka ekki gleyma, ég alveg sammála að
fólk á að þurfa að hafa svona hegðun á að þurfa að hafa einhverjar afleiðingar. En spurningin alltaf hvað viljum við ganga langt í refsigleðinni? Erum við eitthvað betur sett með það ef að henni væri vísað út í ystru myrkur eða ef við kæmum upp einhverjum fangabúðum á borði Síberíu þar sem við sendum einhverja spillta embættismenn og stjórnmálamenn? Ég veit það ekki, en eins og ég segi, á meðan við erum með þessi lög að við verðum að borga manneskjunni, þá ég mjög sátt við það að við nýtum þá hennar starfskrafta á móti þeim launum sem við þurfum að greiða henni. Mitt sjónarhorn á þetta sem þú nefnir að hér sé hreint engin refsigleði, heldur gríðarleg lotning gagnvart embættismannakerfinu og það sé að mestu leyti ósnertanlegt. Og þess vegna finnst okkur þetta svona stór frétt að einhver hafi verið svældur til þess að neyðast til þess að segja af sér, því að þannig hefur það bara yfirleitt ekki verið. Það er svona svolítið mitt sjónarhorn, svo ég hendi því á borðið. Já, ég get alveg, ég sammála því alveg upp að vissu marki og það er alveg rétt hjá þér að hinga til hefur ekki verið mikið það að fólk hafi þurft að segja af sér. En mér finnst eiginlega þarna vera svolítið stóra málið að það þetta alltaf jafn mikil vonbrigði þegar svona mál koma upp og maður verður alltaf jafn svekktur og reiður yfir því að fólki skuli ekki vera treystandi til þess að vinna vinnuna sína og gera það af heilindi og góður í dómgreind. En þarna komin upp þessi staða og eins og ég segi refsing og ekki refsing, hún hefði ábyggilega mátt þurfa að taka betri ábyrgð á því sem hún gerði, en allavega þá erum við ekki að kasta peningunum til einskis. Persónulega hefði ég vilja senda þessum fráfarandi ríkislögreglustjóra reikning fyrir þessum 160 milljónum sem hún lét borga þessari vinkonu sinni. En ég held að það ekki fordæmi fyrir slíku, ég veit ekki hvaða lagalega leið væri að því. Ég reikna með að lögfræðingar í dómsmálaráðuneytinu hafi metið það svo að það þurfi að borga henni út skipunartímann, hvernig sem allt er. Það sem mér finnst, og ég held að Þorbjörg Sigríður hafi leyst þetta vel og það upplagt að nota starfskrafta á sviði sem hennar svona ákveðið sérsvið, Sigríðar Bjarkar, og láta hana þá vinna fyrir laununum út tíman. En mér finnst aldrei alvarlegt að þetta skuli hafa gengið þetta í mörg ár, svona útgjalda fyllirí, og það kom engin flögg, það engin sem flaggar neitt. Ríkisendurskoðun á að fara yfir þessa reikninga. Það er ekki fyrr en Þorbjörg Sigríður kallar eftir sérstakri úttekt á fjármálum ríkislögreglustjóra að þetta mál kemur í ljós. Ég held að það þá að fara fram úttekt á fjármálum helstu stofnana, þá bara vera á hverju ári. Þá bara fara yfir reikningan á hverju ári. Já. En hafið tekið eftir því að þá, ég heldur getur verið sammála það að kjörnir fulltrúar á Íslandi, það tíðkast eiginlega ekki að þeir segja af sér, þó þeir verði uppvísir að einhvers konar, misjöfnu atferli. Ástalóa gerði það kannski, en hún bætist þá í hóp, hvað eru 3 eða 4 þar fyrir. Sennilega var miklu fastar að henni sótt af því að hún var aðkomumanneskja í flokki fólksins. En þegar að embættismenn segja af sér, eins og ríkislögreglustjóri gerði núna, þá held ég fari rétt með það að það alltaf út af svona málum. Það alltaf út af einhverjum... Það alltaf verið að fara gáleysislega með fjármunni. Fyrirrennari Sigríðar einn, innheimtustofnun sveitarfélag annað, að það virðist vera útbreiddur siður hjá þeim sem að stjórna ríkisstofnunum að þeir megi fara með fjármunni stofnunarinn nokkurn veginn eins og þeir vilja og þeim hendar. Og það í rauninni dálítið skuggaleg tilhugsun hvað tilvikin eru fá sem að hafa komist upp. Já, ég tek undir það. Að það væntanlegt að draga þessu þá ályktun að þetta framferði eða athæfi þessu tagi sé miklu útbreiddara heldur en við vitum. Miklu fleiri sem komast upp með þetta. Já, ég held að sé mikið sökk og ég held að sé mjög mikið umhugsunarefni að það eru orðnar 2 þjóðir í þessu landi, önnur vinnur hjá opinbera geiranum, nýtur alveg gríðarlegra hlunnindar
og verndar og margt af þessu ósýnilegt. Og á hærri launum en hinnir sem að vinna hjá einkageirunum. Áður voru þau á aðeins lægri launum og nutu meiri verndar, nú eru miklu hærri launum. Ég held ég hef einhvern tímann sagt að þegar ég vann hjá Umhverfisstofnun, mér minnir að það verið 24 liðir á launasælunum mínum einhvern tímann, því það er svo mikið alls konar svona ósýnilegar sporslur líka sem að leggst ofan á þetta. En þá hef ég sagt það kannski hernaða leyndarmál. En ef ekki bara henda þáttinn þar. Verður hringt í mig á morgun og skammaður. Þannig ekki fyrsta skipti sem er blaðanum skammaður. Varst ekki látinn skrifa undir non-disclosure samning? Ég bara manna það ekki. Það er búið að vera mjög gaman að hafa ykkur öll hér við borðið. Ég vil endilega fá ykkur aftur og aftur. Þið eru skemmtilegur hópur. Páll Ásgeir, Steingerður, Ólafur Arnarsson, kærar þakkir. Takk sömuleiðis. Og áfram heldur Rauða borðið, ekki fara langt, kæru hlustendur og áhorfendur, nýr kafli hér eftir andartak. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Góðan dag. Í dag höfum við fengið mjög góða gesti til okkar og ætlum að skyggnast inn í heim sem að flestum okkar er hulinn en engu að síður nauðsynlegt að vita hvernig sá heimur er og það er heimur þeirra sem eru blindir. Og hingað eru komið þau Brynja Artúrsdóttir og Halldór Sævar Guðbergsson. Fór ég ekki rétt með nafnið, Halldór minn? Jú. Já, og sem að bæði búa við það að hafa ekki sjón, en hafa þó haft hana einu sinni. Og mér langar aðeins að skyggnast inn í heim þeirra. Ég ætla að byrja á þér, Brynja. Hvenær mistir þú sjónina? Ég misti sjónina alveg þegar ég var 29 ára, en það átti sinn aðdraganda. Ég fekk bandveiksjúkdóm þegar ég var 16 ára. Og hann lýsti sig með augnbólgum og var líka í sinum og liðum. Og ég sá samt alveg 100%. Ég var með þrálátar augnbólgur en þegar ég er tvítug þá tek eftir því þegar ég er að horfa á sjónvarpið að ég sá textan svo illa. Ég var á nærsýn. Svo ég þurfti að fá glerugu og það háði mér alltaf ekkert. Ég bara gekk allt og bergaði mér. Að 23 ára lendi í slysi og verði alveg blind á hægra auganu. Og 27 ára þá losna nethimnan skyndilega á vinstra auganu þegar ég lá inn á Landspítala. Það slitnuðu sinar í höndunum út af sjúkdómnum og það var verið að gera við sinar þegar ég vakna upp einn morgunin á spítalanum og sé allt í þoku. Og það hafði nethimnan losnað nóttina. Og ég var send í augnaðgerð til Bretlands. Bara beint upp á rúmuna á Landspítalanum rétt fyrir jól. Og ég þurfti að fara tvisvar, en samt var sjónin léleg því að það var komið skýin í augasteinin sem átti að fjarlæga síðar. En síðan lendi ég aðri slysi því ég var nýlárin 29 ára og þá var ég alveg blind. Þannig að þetta hefur átt sér ákveðin aðdraganda hjá þér? Já. Halldór, hvernig er þín saga? Heyrðu, hún er svolítið löng, þannig ég fæðist með ský á augasteinum og má segja að ég hafi verið blindur við fæðingu og ég hef alltaf verið blindur á vinstra auganu en lengst af sá ég 10% með hægri auganu og fór í margar aðgerðir hérlendis og erlendis til að halda þeirri litlu sjón sem ég var með en mist hana alveg 7. september 2012 eða má segja síðustu augnaðgerðinni minni. Þá var sjóntógin orðin svo léleg að hún fór í þeirri aðgerð alveg. Þannig að það er engin birtuskynjun eða neitt eftir. Þannig að þú hefur séð allavega eitthvað fram til ársins 2012?
Já, með 10% sjón sér maður nú eiginlega nánast allt það sem maður vill sjá, sko. En þá er þetta spurningum aðlögun og hjálpatækjum og annað og ég var fjarsýn. Þannig að ég gæti séð til fjalla og gert svona flesta hluti sem bara sjáandi fólk gerir, nema ég gerði ekki bíl, aldrei gert. En ég ég hjólaði og fór á skíði og hestbak og alls konar svona hluti, sko. Já. En svo þegar kom að, eins og í skóla, þá sá ég ekki þegar var skrifað á töflu, til dæmis. Nei, ég skil. En þá má líka spyrja í framhaldi af þessu, sko, þetta átti sér aðdraganda hjá okkur báðum, en þetta var þá ekki neitt svakalegt sjokk þegar þetta loksins gerðist, Brynja, að þú sást ekki neitt? Sko, þegar ég var 25 ára, þá lá ég á Landakoti og missti skyndilega sjónina í 5 daga. Þá gerðist eitthvað með það. Ég fékk hana aftur og eftir að þetta gerist þá gekk ég gegnum mikið sorgarferli og bara skólabókadæmi. En svo þegar þetta gerist svo síðar, þá hélt ég alltaf að sjónin kæmi aftur eins og hún hefði gert því ég var 25 ára. Og hélst í vonina? Hélt alltaf í vonina. Já. Hvernig hefur ykkur gengið á vinnumarkaði til dæmis, Halldór? Já, ég sem sjónskertumanni, þá gekk mér ágætlega með það. Ég menntaði mig sem íþróttakennara, útskrifast frá Íþróttakennarskóla Íslands á Laugarvatni 1995. En fór þá strax að vinna hjá Blindrafélaginu sem markaðsfulltrúi og var að þjálfa sund hjá Íþróttafélagi Fallara í Reykjavík og líka hjá Íþróttafélaginu Ösp og en síðan 2000, ég fór 1 ár að vinna á Sólheim í Grímsnesi sem félagsmálaráðgjafi, félagsmálafulltrúi ætla ég að segja. Og sjá svona tómstundastarfi þar og síðan 2002 þá fór ég að vinna á Fjölmennt, fullorðinsfræðslu fatlara og var sviðsstjóri yfir íþróttasviðinu en 2005 þá byrja ný vandamál með sjóninu mína, það var skipt horninu og þá varð ég að hætta íþróttakennslunni. Ég var að kenna mikið í sundlögum og mikil sýkingarætta og þá fór ég svona meira kannski í félagsmálinu. Ég var formaður Öryrkjabandalagsins 2008 til 2009 þannig í rauninu og síðan fór ég að vinna á stofnun sem var með mjög langt nafn, þjónust- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda og sjónskerta og fólk með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu. Já, það og fekk vinnuna og ég gat sagt nafnið svona, en núna heitir þessi stofnun bara Sjónstöð Íslands. Sjónstöð Íslands, já. Og þú ert enn á vinnumarkaði? Ég er enn á vinnumarkaði en ég var alltaf, mér fannst ég þurfa að vinna alltaf svona 130-40% til þess að ég veit ekki einhvern veginn að sanna sér maður var að byggja hús og taka þátt í lífskeiðakapphlaupi einhverju, sko. En þegar ég misti sjónina alveg þá finn ég bara að svona starfsþrekið er ekki eins mikið, sko. Og þannig að ég hef reynt að sníða mig svona stakk eftir vexti og eftir ég misti sjónina þá hélt ég bara áfram að vinna svona mikið og það endaði með að ég lenti bara á vegg með það. Og þannig í dag er ég að miða við að vera kannski svona 30-40% á vinnumarkaði. Já. Brynja, þú varst að vinna í töluvert mörg ár upp á Reykjalundi. Já, ég kom uppálega á Reykjalundi í endurhæfingu og endaði sem starfsmaður. Fyrst var ég á skiptiborðinu og ég var þar þegar sjónin fór. Og þá var mér boðin vinna sem deildarritari og ég var það tíma. En síðan var mér boðið starf sem aðstofamaður félagsággjafa og ég var í því 26 ár. Og síðan hætti ég þar 2005 og sótti svo starf hjá Blindrafélaginu. Ég var atvinnumálafulltrúi þar í 3 ár og kynningafulltrúi var að halda fyrirlestra
í ökurskólanum í Mjódd og í ýmsum grunnskólum og elliheimilum og hjúkrunarheimilum og síðan eftir 3 ár þá var ég hætti í atvinnumálum en starfaði við sem aðal trúnaðarmaður og það fólst í því að vera í sambandi við yfir 200 félagsmenn, 2 ári lágmark og suma oftar og svo var ég áfram með kynningarnar í skólanum. Þetta er ótrúlega fjölbreytt sem að sem þið fengist við eftir að þið mistu sjónina. Maður spyr sig, er hægt að sinna öllum þessum störfum með enga sjón? Spyr ég nú eins og fávís kona? Ég ætla að segja, ég var í hlutastarfi, ég var í 50% starfi. Já. Því svo hef ég náttúrulega, það bara hálft starf hjá mér að þurfa að því út af þessum bandursjúkdómi, þá þarf ég alltaf að vera í þjálfun. Ég er bæði í vatnsleikum 2 í viku og sjúkarþjálfun og þjálfa mig sjálf 2 í viku. Halldór, hvernig gekk þér að vinna svona sjónskertur við all þessi fjölbreyttu störf? Jú, það er náttúrulega tæknin að hjálpa manni mikið við bæði vinnum mikið með tölvu og fáum upplýsingar í gegnum tölvu og það þarf kannski aðalega svolítið hlutina og vinna á öðruvísi þegar maður er sjónskertur en þegar maður er blindur og maður þarf að vera mjög skipulagður og það er svona sama þegar ég nefndi 30-40% starf, ég geti nú kannski eins og Brynja nefndi 50% starf en svo er maður hinn hlutan heilmikið að stúsast í félagsmálum. Ég sit í stjórn Íþróttasambands fatlaðra og þá fæ ég halda ennþá þessari tengingu við íþróttamenntunina og það sem ég var að vinna við og síðan er líka svona ég hef verið eftir ég var misti sjónina þá var ég varaformaður Öryrkjabandalagsins í 7 ár þannig að félagsmálin þau henta þér? Þau henta mér mikið en síðan ég var búinn að vera með alls konar störfum til dæmis hjá Blindrafélaginu í alls konar nefndum og stjórnum og verið formaður Blindrafélagsins en núna í dag er ég svona starfa ég sem trúnaðarmaður og sinni svipuðu starfi eins og Brynja gerði að hringi félagsmenn og miðla reynslu minni, þetta er svona jafningjastuðningur, skiptir gríðarlega miklu máli. Já, en fyrir þá sem ekki vita, ég meira að hugsa það þegar ég var í tölvusamskiptum við ykkur fyrir þennan þátt að þá hugsaði með mig, hvernig svara þau tölvupósti? Ég hugsaði með mér að þið væri með takkaborð sem að væri með blindraletri en svo er alls ekki. Nei, við notum bara venjulegt lyklaborð og í rauninni talgerðlinn, hann les upp fyrir okkur það sem er, þar sem bendillinn er hverju sinni. Já. Og fer þannig yfir í rauninni skjalið sem við erum að vinna með eða tölvupóstana. Er þetta þá orðið þannig, Brynja, að blindraletrið er eiginlega bara á undanhaldi? Það hefðbundan blindraletur? Sko ég er með punktaletur skjá við tölvuna og talgervil en ég er miklu fljótar að hlusta á talgervil en ef ég heyra ég hef slegið eitthvað af villu þá get ég leiðrétt og ég nota punktaletur alveg heilmikið við merkingar og ég er svo gamaldags að ég fer alltaf með tossalista út í búð, þá er ég með á puntaletri og svo er ég með merkingar heima á kryddum og geisladiskun sem ég er nú enn að nota og þannig ég vil alls ekki hætta að nota það. Ég lærði það á sínu tíma út í Bretlandi, ég fór í endurhæfingu til Bretlands eftir ég misti sjónina og þannig ég vil endilega halda í það. Þú getur prentað út á blindraletri sem þú fer með út í búð? Já, ég er með puntaleturs ritvél. Já, einmitt. En þú sagðir áðan, ég merki kryddbaukana og þá hvarflar hugurinn því hvernig það er yfir höfuð
hægt að gera öll þessi eðlilegu heimilisstörf og verkefni sem við hinn sjáandi gerum dagstaglega án þess að hugsa okkur Hvernig til dæmis velur þér þessa fallegu grænu peysu sem þú ert í núna? Ég náttúrulega með aðstoð sem fer með mér í búðin. Maður fer ekkert einn í verslanir. Nei. Hvorki í kjörbúðina en ég fattabúðir. Og ég hef verið heppin að hafa góða í kringum og hjálpa mér að velja föt. En það svo skrítið að þegar maður mátar föt og veit hvað litur og þá maður finnur alveg hvort þetta fer mann eða ekki. Já, það tilfellið, já. Já. En heima þegar þú ert að fara inn í skápinn þinn, ertu þó með ákveðið system þar sem að... Ég þekki, ég á nú mikið af peysum og ég þekki þar alla bara með snertingu, en ef ég á til dæmis 2 eins, þá er ég með litaskynjara sem ég get sett á. Það er svona eins og lítið tæki sem að ég ít að taka og þá segir hann hvað litur er á flíkinni. Allt er nú til. Svo er ég með alla svörtubólina í einni skúfu, svarta sokka í póka og ég svona reyna sortera það eins og bólir geta litið sveipað út. Já, nú veit ég þú ert búin að búa á sama stað í mjög langa tíma, en ertu alveg orðin, hvað ég segja, eins og sjáandi manneska innan þinnar eigin íbúðar? Algjörlega. Ég kem inn, ég náttúrulega fyrir alltaf með hvítastafinn út, en svo leiðu ég kem inn, þá er ég með snaga á bakvið hurð og hann fer bara þangað og ég þekki náttúrulega hvert krók og kima heima hjá mér. Það hlýtur að vera ákaflega mikilvægt að setja hlutina á sína réttu staði. Það er mjög jákvætt að vera skipulagður og ég var svo heppin að vera frekar skipulagð og svo náttúrulega bara jókst það því að það tekur svo mikinn tíma að vera að leita hlutum en maður setur það ekki á sinn stað. En er það tilfellið, Halldór, sem ég hef heyrt að þegar að fólk missir sjónina að þá eflast önnur skinnfæri eins og til dæmis heyrnin? Maður nýtir hana betur en kannski sjáandi fólk. Þegar við skynjum heiminn svolítið gegnum eyrun og líka með snertingu og lykt og svona. Og mér fannst til dæmis bragðskynið aukast þegar ég misti sjónina. Já. Og þannig að maður þarf að treysta mikið á heyrnina. Hvernig gengur ykkur að til dæmis elda mat? Ég veit ég spyr asnalega en fólk langar ábyggilega til að vita það hvort það er ekki oft hættulegt að fást við sjóðandi vatn og annað sem fylgir eldamennsku. Mér gengur mjög vel að elda mat. Já. Ég fekk svo góða þjálfun í upphafi. Bæði fekk ég þjálfun á Reykjalundi og ég lærði að ég náttúrulega kunna elda áður líka en maður þarf aðeins að beita öðrum aðferðum og ég til dæmis upp á Reykjalundi áður ég fór á blindraskóla sem ég fór á í Bretlandi, ég var þar í 3 mánuði, þá var mig kennt að ég þjálfuði upp í að baka köku og elda eitthvað mat, svo fekk ég náttúrulega ennþá betri þjálfun úti. Og ég var mjög dugleg í mörg ára að halda matarboð, ég var með 3 rétta matarboð og alveg dugleg bara þess að líka halda mér í þjálfun. Ég er ekki eins dugleg í því í dag. Ég elda mest minn mat sjálf og það gengur bara vel. Þú er ekkert lent í því að setja lyftiduft í staðin fyrir hveiti í sósuna? Nei, þetta er allt vel merkt, þannig ég hef ekki gert það, en ég hef lent í því einu sinni að ég ætlaði að gera omelettu og kveikti á rangri hellu, slökkt á hana, ég held ég hefði slökkt á henni og svo gerði ég mína omelettu og svo setti ég hreinan pott ofan á þessa hellu sem ég hafði kveikt óvart á. Og næsta dag þegar ég vaknaði þá var kviknað í. Þá kom ég bara í eldhúsið og ég fann bara hitan koma á móti mér og þá snark í eldi og þá var kviknað í eldhúsúlunni. Já, hérna. Og ég hljóp fram til þess að ná í nágrannanum til þess að hjálpa mér og þá leiði ég opnaði út eftir öðruna þá fór reykskennarinn í gang. Já, ég skil. En þetta slapp fyrir hot því að nágranninn gat tekið eldhúsúluna og slökkt í vaskinum og þetta var alveg sakalegt sjokk. Svona verið svolítið gult spjald. Það þarf að vera mjög nákvæmur. Já, einmitt. Þú sammála þessu, Halldór? Já, og ég er nú ekki jafn duglegur
að elda eins og Brynja. Var mörg ár giftur og í sambúð og þannig en ég búinn að fara á námskeið og get eldað sjálfur en ég svona miða við frekar til dæmis. Ég borða á virkudögunum upp í Blindrafélagi, við erum með mötuneyti þar og bara ágætis heimilismatur og svo fæ ég mér þá bara borða eina heita máltíð á dag og svo það bara eitthvað létt á kvöldin. Aftur spyr ég nú eins og fávískona. Hægt að, hvað ég segja, sætta sig við þessa fötlun? Eða verðið þið að gera það? Eru þið alltaf pínlítið bitur? Aldrei bitur. Aldrei bitur? Nei, maður bara ákvað það á sínu tíma að maður yrði bara að læra að lifa með þessa fötlun við hliðina sér og reyna að fá eins mikið út úr lífinu að hægt væri. Ég hef aldrei verið bitur yfir mínum örlögum. Og ég hef kannski nálgast svolítið og ég þarf ekkert endilega að sættast við það heldur frekar bara að læra að lifa með. Lifa með því, já. Já, og mér stafs. Og maður má alveg líka sjálf láta sér draum að einn daginn að þá kannski verður komin tækni svo mikil að við fáum sjánun aftur, sko. Það eru einhverjar, hvað ég að segja, það hægt að binda einhverjar vonir við einhverjar tækni sem fer gegnum heilan eða ekki? Jú, og alls konar svona og nú, ég man eftir að við vorum með ráðstefnu 1999 í kringum afmæli Blindrafélagsins, 60 ára afmæli og þá var Einar Stefánsson, prófessor í augnlækningum, kom og hélt erindi og hann sagði eftir 100 ár væri búið útrýma blindu í heiminum. Og alltaf þegar ég hitti Einar Stefánsson þá tel ég alltaf niður árin, sko. En hvernig skal ég segja ykkur, hvernig tekur fólk, ég hef oft heyrt talað það að sjáandi fólk að það áttar sig oft ekki á því hvað það sem að blindir vilja og hvað blindir geta. Fólk heldur kannski að því séu meira ósjálfbjarga en þið eruð. Jú, við erum ofta að glíma líka við þessar staðalímyndir, annarkvort ertu sko þessi blindi ofurhetja sem getur gert allt og eru frægur söngvari eða söngvarar eða hafa eitthvað svona sérgáfur, sko. En svo það líka hinn staðalímyndi, blindi einstaklingurinn sem bara til hlés og getur ekki gert neitt, sko. Og ég hef teiknað upp svona sjálfstæðislínu fyrir mig og þá vil ég vera bara í miðjunni einhvers staðar. Þú veist, það sumt sem ég get sem mönnum finnst kannski blindir ekki að gera og svo eitthvað annað sem ég kannski bara ekkert rosalega góður í, sko. Hver saknið þið mest, Brynja? Ég sakna þess að komast ekki frjálsverða menna hvers sem langar að fara. Já. Fara kannski hér og nú, bara ganga hérna út. Maður náttúrulega mjög háður öðrum. En það, maður náttúrulega bara hefur vanist í. Og líka bara að sjá ekki náttúrufegurð, listaverk. Já. Ég fer mikið í leikhús en ég náttúrulega þarf að lýsa fyrir mér. Og líka ég fer á málverkasýningar. En það náttúrulega ekkert alveg eins og að sjá sjálfur. Nei. Og svo bara að geta ekki farið eins og í ferðalög eða ákunnaðar slóðir á þess að vera með alltaf aðstoð. Já. En af því ég talaði viðbrögð annara þá verður mér oft hugsað til þess ég var nú mikið að vinna með fötluðum hérna einu sinni og margir sögðu mér að fólk talaði eiginlega bara framhjá þeim eða yfir þau, til dæmis þegar einn ungu maður var að fara að kaupa sér skó, fullorðinn maður, að þá var aðstofamaðurinn spurður með hvaða skóm hann notaði. Sko það stundur litið á fatlaða, ekki bara blinda og sjónskerta, heldur bara alla fatlaða sem, já það tala við þetta fólk oft eins og börn. Já, og ég held að sé fyrst og fremst bara þekkingarleysi. Menn bara verða bara dálítið vandræðalegir í samskiptunum, sko. Þú hefur orðið var við það? Já, ég með svona notendastýrða aðstoð. Ég með fólk sem kemur til mín á hverju degi í rauninni. Já. Og þetta eru 100 tímar á mánuði og við förum einmitt að versla
og svona hluti sem maður getur ekki gert einn og aðstofamennir þurfa ofta að snúa bara baki í starfsmennina til þess að þú veist, starfsfólki vill vera fyrst þægilega að vera í augnsambandi við aðstofafólkið, sko, heldur en Heldur en fallaða. Já. Ég man eftir í byrjunni þegar við kynntumst fyrst fyrir 20 og eitthvað árum, að þá sagður mér nú eitt og annað hvernig þú vildir hafa hlutina. Þá á ég við að ég tók undir hendin á þér og ætlaði að draga þig með mér. Og þú sagðir ekki gera þetta, Ragnar, heldur réttu mér bara hendina. Og þetta einmitt það sem að kemur oft fyrir, það ekki? Fólk vill vera almennilegt og hjálpa, en kannski átta sig ekki alveg á því. En ég kenni bara fólki strax. Ég bara beið arminn og ég vil fá að halda í arminn á viðkomandi sem ætlar aðstofa mig. En áður þegar maður var svona nýr í hættunni þá lendir maður frekar í því að fólk kannski tósaði í mann og ætlaði að draga mann með sér eða ítti mann á undan sér eins og hjólbörum. Maður lendi alveg í því. Já. En ég lendi aldrei í því núna því ég læt bara alltaf vita hvernig ég vil hafa hlutina. Já. Það til dæmis að ef fylgdarmaðurinn svona aðeins skref á undan og ég held í arminn og svo kannski komum við eitthvað starf og þá setur hann hendina á mér á stólbak, þá veit ég nákvæmlega hvernig stóll lítur út, þá ekkert verið að ýta manni fram og tilbaka. Já, ég skil þig. Og það hægt að kenna svona grunntækni, eins og leiðsögutækni og annað, en það gríðarlega mikilvægt bara fólk sem að aðstofa okkur að það bara spyrji hvernig viltu láta aðstofa því að við erum líka bara ólíkir einstaklingar og eitthvað sem hendar Brynju það þarf ekkert endilega að henda mér og öfugt. Sko. Svo getur líka verið bara að fólk verði of hjálpsamt og ætli bara reynilega að taka völdin. Halda því séu kannski meira ásölbjarga en þið eruð. Mér finnst fólk bara yfirleitt mjög elskulegt og hjálplegt og það býður manni oft hjálp og þá maður bara kurteis og ef maður þarf ekki aðstofan í það skipti þá bara þakka maður það pent og það var mikil áherslu að lögða það þannig í endurhæfingunni í Bretlandi að þó að við þyrftum ekki sjálf aðstofa og eitthvað kæmi og vildi hjálpa okkur yfir götu það ættum alltaf að vera kurteis við fólk því að annars svo kemur næsti maður og hann þyrfti kannski aðstofun að halda og þá þorir viðkomandi ekki að bjóða honum aðstof. Já, ég skil. Ef að fólk er með dónaskap og Já. Haldur, hvað er það í svona umhverfinu sem að reynist ykkur erfitt? Nú veit ég að bílaumferð og allt það, en hvað er það svona, margir tala að það sé einhverja fyrirstöður á gangstéttinni og annað slíkt. Hvað er það svona helst? Já, þeir sem það eru mjög margir sjónskertir sem ekki tilbúin að nota staf og þá oft talað upp í Blindrafélagi þessi arkitektatýpi hefur verið nefnt, svona hálfstaurar, þú veist, upp á hnjám eða bekkir. Já, ég sé það. Já, og fólk að detta þetta og reka sig í og eitthvað svona. En það sem til dæmis reynist mér kannski, því að sko það Reykjavík sem betur fyrir en þá stækka og breytast og eitthvað svona. En ég á svona gamlar myndir, kort í haustnum, þannig að mér gengur miklu betur að fara staði sem ég á sjónminningu af og svo ég að fara kannski á svæði sem hafa byggst upp bara eins og niður við Hörpu og þar eftir að ég var blindur að það reynist mér bara mjög erfitt. Þekkir ekki umhverfið? Nei, og hef ekki þessa sjónminningar. Þá velti ég því fyrir mig hvort að sjónin sem þið höfðu þó einu sinni, hvort að hún hjálpi ykkur í dag? Já, ég myndi segja það. Já. Sjónminnið sem bæði sjónminnið, maður þekkti náttúrulega Reykjavík og svo þekkti maður alla liti og himinin og skýin, tunglið, stjörnurnar, sólina og ég held að það hjálpi og sjóin, úfinn og sléttan og
litin á fjöllunum og maður getur alltaf frekar útbúið myndir í höfðinu af því að maður þekkir þetta. Og bara svona eins og ef við nefnum að útskýra fyrir einstaklingi sem blindur frá fæðingu hvað mislæg gatnamót eru og eitthvað, en þetta á maður allt sjónminningar og maður, ég held að við sem höfum séð og missjónuna höfum kannski betri svona yfirsýn yfir umhverfi heldur en þeir sem eru blindfættir. Þeir sem eru fættir blindir, þeir náttúrulega vita ekki einu sinni hvað grænt eða rautt eða hvítt eða neitt svoleiðis. Nei, þeim bara kennt að grænt tengt grasi og sólin gul en þetta hefur sennilega bara ekki mikla merkingu fyrir þau, þú veist. En það ágætt að vita Þannig að tvennu illu þá kannski betra að hafa haft sjón einhvern tíma. Við heldum það allavega sem við höfum séð, en ég á blinda vinkonu sem við vorum eins og að ræða þetta. Hún hélt að það væri betra að hafa ekki séð, en ég hélt að það væri betra, ég var alveg vissum að það væri betra að hafa séð. Hún fædd blind? Hún fædd blind, og við tölum oft liti. Já. Ég að segja henni, ég að vera að kaupa með þetta, hitt og þetta þessi svona litin og en það var svo gaman þegar við vorum að ræða þetta því að báða var svo ánægð með það að, ég var ánægð með að hafa séð og hún með það að hafa ekki séð. Ég held að það hjálpaði sér. Og þá kemur aftur þetta líka bara í hvaða stöðu maður er. Það ég oft heyrt, ég vil frekar missa sjón heldur en að missa heyrn, skilurðu? Segir fólk þetta? Já, og ég á vini sem eru heyrnarskertir heyra mjög illa og þeir segja að munu freka vilja missa heyrnina heldur en sjónina, skilur? Já, Nei, missa, já, þau vil alls ekki missa sjónina. Já, nú til dæmis hafa heyrnalausir, alveg heyrnalausir, þeir hafa sagt að það sé svo mikil einangrun einmitt. Já. Ég hefði mikið frekar vilja, ef ég hefði fengið að ráða, mér hefði verið boðið upp á að verða heyrnalaus eða blind, ég hefði valið að vera blind. Já, hugsa sér. Já. Vegna þess að, þá er maður svo einangraður frá, heyrnalaus, maður einangraður frá því að spjalla við fólk og horfa á, hlusta á útvarp og hlusta á tónlist og... Nú veit ég að þú hefur ferðast víða veröld, Brynja. Já. Og hvernig einu sinni kemur svona asnaleg spurning. Hvernig upplifur þessar ferðir með lykt, heyrn? Já, maður náttúrulega alls skynfæri lykt og heyrn og náttúrulega stemming bara, og veðrátta, loftslag, mismunandi matur í löndum og bara, svo fann maður lýsingar náttúrulega líka á umhverfi Og þá getur verið gott að hafa eitthvað sjónminni frá gamalli tíð. Já, það hefur hjálpað mér mjög mikið. Já, þegar verið að lýsa fjöllum eða fossum eða eitthvað slíku. Já, og píramídunum og öllu þar, maður veit hvernig þetta allt lítur út. Já, einmitt. Já. Ég var búin að ferðast dálítið áður en ég misti sjónuna. Ég var búin að fara 10 svona í utanlandsferðir og ég er búin að fara samtals í 83 ferðir sem ég var 18 ára. Já, aðeins. Svo er ég líka búin að ferðast mjög mikið innanlands. Mér finnst það líka mjög gaman. Já. Ég er búin að koma mjög marga staði hérna. Ertu sammála þessu, Halldóra, að þú upplifir hlutina í gegnum hinn skynfærin þín? Já, og ég hef mjög gaman að ferðalögum líka og ferðast mikið og við erum ég og Brynja í svona sjálfskipari ferðalöfum til Blindrafélaginu. Og eru það að fara til útlanda fljótlega? Já, og erum að stefna á ferðuna 24. mæ til 31. mæ til Pólans. Já. Og Brynja hafði nú svolítið það að segja hvað og þá vildi hún fara á eitthvað stað sem hún hefur ekki farið áður. Já. En ég vissi að þú var svolítið hrifin af Grikklandi á tímabili. Ég er mjög hrifin af Grikklandi. Það kom þegar ég var eitthvað 12 ára, þá fór ég á kvikmynd með Clifford Richard sem hétt Summer Holiday. Ég man eftir henni. Hún var tekin upp á Grikklandi og þá var ég alveg ákveðin í að ég ætlaði að fara þarna til Grikklands síðar. Já. Og ég er búin að fara 6 þangað á mismunandi staði. Já. Eyjar og líka til Aþenu. Já.
Og ég hrifin að bæði tónlistinni þar og matnum, menningunni og það bara svo margt að skoða líka. Já. Ég vissum að hérna, já, nú ætla ég að stoppa eins við, þú sagði svo margt að skoða. Ég var eins og þú vissir áðan, að hringja til þín og segja þér ég væri á leiðinni til þín. Já. Og þá kom mynd að þér á skjánum í bílnum hjá mér. Og ég segi, Brynja mín, ég nú með myndaðir hérna fyrir fram að mig og þá kom það þér eitthvað óvart og þú sagði, hvað segirðu, mynd og hvaðan kemur hún? Og hérna, þá sagði ég bara, ég skal sýna þarna þegar hún kemur í bílinn. Og svo fannst mér ég alveg hafa sagt ykkur tóma villisu en svo sögðu þið mér eftir á að þið vilduð halda þessum málfari sem að þýðkast bara meðal sjáandi fólks. Já, við notum alltaf að sjá og sýna, við hættum því ekkert. Reynda þótt eftir að sýna mig myndina eftir, ég veit ekki hvað mynd þetta því ég vissi ekki eins og það kemi mynd upp þegar hérna væri hringt í mig. Ég skal kalla hana fram og ég skal lýsa henni alveg fyrir þér í smá atriðum. Endilega. En hvað, snúum okkur aðeins að hagsmunamálum blindra, Halldór, þú þekkir þau nú út á einn. Hvar kreppir skóinn helst, svo ég noti nú þessa klísukendu setningu? Já, það er orðið gríðarleg breyting til batnaðar á síðustu árum. Eftir að við fengum stofnunina með langanafnið, þá breytist þjónustan mikið við blind og sjónskert börn sérstaklega, sem við sem erum eldri hefum getað nýtt okkur mikið og sem dæmi þá voru á gömlu sjónstöðinni eins og við köllum það, að þá voru 5-7 starfsmenn en á nýju stofnuninni eru 25-30 starfsmenn, kennsluráðgjafar og ýmislegt sem fara all land til að aðstoða börn og þar sem skórinn kreppir, svo ég svari nú spurningunni, reyni ekki verið eins og pólitíkus að þá er náttúrulega alltaf heilmikið að gera og vinna og það ég myndi segja, að fylgja þessum tæknumálum eftir því að þetta svo hröð breyting. Ég veit til dæmis yngra fólki að tala núna gervigreindina, nýta hana, þú veist, spurja gervigreindina hvað sérðu og þá segir gervigreindin, þú veist, þetta eitthvað sem ég bara ekki til dæmis þorað að snerta ennþá, sko. Hún hlýtur að gefa mikla möguleika, gervigreind. Já, klárlega held ég og það er margt mjög jákvætt, má segja, Blindrafélagið í samstarfi við sjónstöðina gerði til dæmis könnun í sumar varðandi atvinnuþátttöku blindra og sjónskerta og þá var hún, ef mann það rétt, 57% atvinnuþáttaka sem mjög hátt í bæði svona út frá öðrum föllunum og líka út frá svona Evrópu samanburði, það mjög hátt, en ég segja á móti en hjá almenningi er atvinnuþáttaka 82%, þannig að við eigum eftir að fara þarna upp úr 57% í 82%, sko. Þannig að, og ég myndi og til dæmis notendastýrð aðstoð, hún það er ekki öll sveitafélög sem að veita hana og þannig til dæmis ég tel mig að vera mjög heppinn að fá svona marga tíma til þess að þannig að ég þarf minna að treysta á vini og kunningja til þess að aðstoða mig eða fjölskylduna mína og ég held að þurfa að þróa þessa þjónustu líka meira. Svo ég og dóttir sem búsett í Danmörku, þannig að hún á erfitt með að koma og aðstofa pabba gamla, sko. En svo ertu með hund? Svo ég með leiðsöguhund og við það eru núna 17 leiðsöguhundar á landinu og bara 2008 þá voru engin leiðsöguhundar á Íslandi og
og við vorum með það á stefniskönnun hjá okkur að vera með 20 hunda árið 2030 og þá erum við komin á svipaðan stað eins og á Norðurlöndunum. Ég held að sé 250 hundar til dæmis í Noregi. Mikil hjálpa af hundirum? Já, þetta líka bara þetta mikil vinna að vera með hund en það bara, maður fer út á hverjum degi að hreyfa sig og hundinn og það skiptir miklu máli. Og svo hefur hann hundarnir sem ég hef haft hafa líka hjálpa mér mjög mikið með mitt þunglindi. Það kom svolítið í kjölfarið á því að missa sjónina 2013 og þá fór ég svona á mín fyrstu þunglyndislyf og þetta kemur í svona ástíðabundið sem ég kannski á erfitt með að skilja. Þetta oft á vorin og svo þetta líka svo oft svona í kringum þegar það er að líða á jólum. Nóvembermánuður er oft erfiður hjá mér. Maður þarf nú ekki að vera blindur til þess. Nei, en það er ekki, það er náttúrulega ekki myrkur hjá mér, þetta er ekki skammdegis þunglindið, en það sem er kannski hjá okkur líka sem erum blind að við erum ofta erfitt með svefn, okkur vantar melatonín, þannig að mjög margir blindir eru að taka melatonín og það er svona að hjálpa mér að halda rútínu. Já. Brynja, það er ekki bara blindan sem að heftir þig í ýmsu í lífinu, heldur líka liðagigtin. Já. Þú ert slæma af gigtin og svo ertu orðin heyrnarskert á öðru eyranu. Já, ég missti heyrnin á vinstra eyra á 18 ára afmælisdaginn og það var bara kvefvírus, það hafði ekkert að gera með sjúkdóminn. Og það endist mér nú all árin, en hafði mér eftir ég var blind út af því að það er svo erfitt að reikna út úr hvað áttu hljóðin koma. Vinstri, hægri eða hvort eitthvað að kalla í mig fyrir aftan mig. Það hafði mér alltaf, en þess vegna hef ég ekki verið dugleg í umferð, ég hef ekki verið dugleg að ganga hér götur. Hvað gerur þú þá til þess að hreyfa þig? Ég ger alveg helling, sko. Ég fyrir í vatnsleikfimi, ég er með stýri prógrami í klukkutíma fyrir mig og 34 vinkonur í Grensásundlaug tvisvar í viku. Svo fer ég í sjúkarþjálfun tvisvar í viku og er líka að æfa mig sjálf þar. Og svo er ég náttúrulega með liðverslu og geng náttúrulega fyrir göngutúra stundum úti og bara hreyfi mig þannig. En það er bara full vinna að vera að halda sér í formi, sko. Og það hefur lukkast býsna vel því að þú lítur ótrúlega vel út. Ég kynntist þig fyrir 20 eitthvað árum eða 30 árum, ég maður ekki. 32 árum. Já, og þú lítur alveg eins út og þá. Já, takk fyrir það. Það skiptir máli. Og þú hefur ekkert fallið í þennan þunglyndisgír? Nei, sem betur fyrir ekki, sko. Nei. Það er mjög erfitt landið, þetta er náttúrulega bara erfitt fyrir alla, já. En ég er ekki að taka melatonín, en við fáum náttúrulega ekki birtuna í augun, sko, þegar við sáum ekki neitt. Það er sagt að maður þurfi birtu í augun til þess að líka með framleiði melatonín. En ég sef stundum vel og stundum illa. Bara svo gengur og gerist. Svo gengur og gerist, sko. Já. En það er mikill miskilningur að blindir sjáu svart, eins og sumir halda. Algjör miskilningur. Það er ekkert. Núna er til dæmis bara mjög bjart hjá mér. Nú er bjart hjá þér, já. Hvernig er hjá þér, Halldór? Það er svona frekar, svona sem ég myndi segja að væri dimmt hjá mér, sko. Já, en svo getur það bara breyst eftir klukkutíma og það er orðið mjög bjart, sko. Það er svona, og það er fyrst þegar maður missir sjónina þá voru koma svona litir, rauður og grænn litur, einhverja línur, eða var þannig hjá mér, sko. Og það er allt horfið, sko. En
en getur verið svona, en oftast bara svona hvítt grátt einhvern veginn. Já, svona eitthvað tóm. Ég svo fegin að sjá ekki svart. Já, það hlýtur að muna mikið. En þið notið bæði sólgleru. Það ekki allir sem nota sólgleru. Nei. Sko ég náttúrulega notaði dökkgleru líka þegar ég fór að byrja að nota gleru á sín tíma því að augsjúkdómar hann allir því að ég þoldi svo illa birtu. Já. Svo hélt ég bara áfram að nota sólgleru. Já. Mér langar að og þetta líka kannski, ég fæ að grípa þetta, að venda augun þó að maður sjá ekki neitt, eins og trjágreinar og svona geta stungist í augun og eða eitthvað ótkvast, þú veist, það óþara. Og svo það kannski eins og í mínu tilfelli að það búið að skera, held ég, yfir 60 sinnum í hægra auga, þá það orðið ansi svona illa farið, þannig að mér finnst gott að hafa gleraugun bara til þess að. Mér langar til að spyrja ykkur sem hafi verið að trúnaðarmenn, þið bæði. Hvernig reynslu hafið þið að því að fólki sem verður skyndilega blind? Hvernig tekur fólk þessu? Það kannski erfitt fyrir ykkur að svara því, en er þetta eitthvað sem fólk tekur langan tíma að venjast? Það er mismunandi. Já. En auðvitað er þetta mikið áfall fyrir alla sem missa sjón. Og ekki síður þegar fólk orðið fullorðið. Ekki síður. Já, það er ekkert síður þó. Nei, því það er oft erfiðara að tilengja sér og læra kannski að gera hlutina á annan hátt. Já, einmitt. Og svona fyrsta sem fólk verður var við þegar manni finnst fólk sjá bara rosa vel þegar sér 20% sko, en heimurinn bara hefur hruni á fólki út að það misti bílprófið. Gat ekki gert, það er oft svona mikil frelsi svifting og fólk talar það sé, það finnst það erfitt, og svo þegar fólk að taka fyrstu skrefin að nota hvítastafinn, það finnst það dálítið vera, þú veist, já, nú ég orðin, og allir vita að ég orðin blindur sko, og við erum alltaf að hvetja fólk að nota mikið öryggi að nota hvítastafinn, en fólki finnst þetta að vera oft rosalega þung skref að stíga. Svolítið viðkvæmt fyrir því að fötlunni sjáist utan á því. Ég man að mér fannst mjög erfitt að bara taka hvítan staf í hand fyrst. Bara sjálfsmyndin hrundi. Ég var 27 ára því ég baði hvítan staf að því að ég sá svo illa frá mér, bara framöndan. Og ég man að þetta var mjög erfitt og flestir tala þetta og bara vilja ekkert byrja að nota hvítastafinn fyrir bara í neyð. Og í sambandi við bílprófi sko, þá leið og sjónin fer niður fyrir 50% á betra auganu, þá missir fólk bílpróf. Já, og það var einmitt, ég var verfið það eins og Halldór að það var mikið áfall. Þessi frelsisgerðinga get ekki vita bílnum fyrir utan hús og geta farið hver sem fólk þurft að fara. Og ég nú oft sagt við fólk sem að taka þetta skref að fara að nota hvítastafinn, að ertu kannski byrjar að vekja meiri athygli á þér að nota stafinn ekki, þú ert að rekast á fólk, þú ert að detta og lenda bara í alls konar hremmingum, og þá sjá allir að það er eitthvað að sko, og jafnvel bara, já, þessi er svona rosalega drukkin. Þannig að ég byrð ofta að reyna að horfa á að þú veist, þetta er bara rosalega gott og einfalt hjálpartæki og fer lítið fyrir því og margar típur af því til og Ætti að brjóta þetta saman og stinga svona í veskið. Já. Ég fer aldrei út úr húsi nema með hvítastafinn, þó ég sé að fara með einhverjum sem ég leiði. Þannig að fólk sé ekki að rekast utan í mig og viti það að þarna er blind mannski á ferð og bara sé ekki að, sko, þá fólk tekur stóran sveig fram hjá manni. Og ég veit að þó nokkrir hafa sko byrjað að nota hvítastafinn sem þeir fara til útlanda. Já, það sem enginn þekkir. Það er algert. Já, það er. Mér langar að spyrja ykkur svona lokum, krakkar, hvað myndu þið ráðleggja þeim sem eru í sömu sporum og þið voruð á sínu tíma? Hún er að missa sjónina. Er hægt að gefa ykkur ráðleggingar?
Já, það kannski ekki svo auðvelt að gefa ráð. Nema það bara að setja sig í samband við Blindrafélagið. Blindrafélagið ég þekki ekkert félag sem eins öflugt í félagsstarfi eins og Blindrafélagið. Og það með þessa trúnaðamanna þjónustu, að fá sinn trúnaðamann og sín viðtöl eða símtöl til þessar ári. Og svo bara mjög mikið að gerast í félaginu. Og svo náttúrulega bara að leita sér alla þeirra hjálpa sem hægt að fá. Sammála þessu, Halldór? Já, og reyna að halda áfram að gera það sem fólk var að gera þegar það var með sjónina. Þú veist, ég hef heyrt kannski að fólki kemur maður upp í hugan á mig núna sem var mikið í hestum og var á sjónskirtur og þá bara ákvaðan bara losa sig við þetta allt saman og sér svo eftir því í dag. Hann hefur kannski ekki þurft að, þú veist, það svolítið að anda inn í aðstöðunar og reyna að finna út úr hlutunum. Blindir geta gert flesta hluti bara með aðlögun, sko. Og leita sér hjálpar og leita sér jafningjastuðning og það eru til bara fjölmargar fyrirmyndir og ég sagði nú ég hef séð góðar fyrirmyndir og slæmar fyrirmyndir. Það að segja að maður sér eitthvað sem mjög bitur og erfitt með að handla nýjar aðstæður og þá hugsa maður ég ætla ekki að vera svona. Og það sem við kannski búum að bæði Brynja að ef það einhver sem hefur fengið aðlögun að þessu þá eru við þannig en ég skil alveg fólk sem veit ekki einu sinni hver Blindrafélagið til húsa þegar að missi sjónina skyndilega að það er erfiðara fyrir það að takast á við þetta heldur en okkur sem hefur kannski búin að lifa og hrærast í þessum heimi. Þú veist, þegar ég 17 ára og flytja heiman og flytja í hús Blindrafélagsins og í menntaskólanum á Hamralíð og þá var ég að hitta fólk sem var blind og það var bara mikil kennsla og lærdómur í því fyrir mig, sko. Ætli þetta sé ekki svona svipað og ég heyrði viðmælanda minn hér einu sinni segja með sorgina að hún hverfur aldrei en maður lærir að lifa með henni. Ekki svolítið svoleiðis, maður lærir að lifa með fötluninni. Jú, maður lærir það. Og svo til dæmis í sambandi við það eru stór skref og þung skref fyrir fólk að gangin í hús Blindrafélagsins. Ég veit að það eru margir bara sem vilja ekki. En mér finnst líka að hjálpa mér bara, maður hefur eignast fullt af vinum í Blindrafélaginu og þar jafningastuðningurinn náttúrulega heldur betur. Það eiginlega allir sem segja það, jafningastuðningur sé það mikilvægasta, hvort sem það líkamleg fötlun eða krabbamein eða blinda eða hvað það jafningastuðningurinn mikilvægur. Að lokum, hvað ætlið að fara að gera í dag? Brynja, hvað ætlar að fara að gera í dag? Ég á von á liðsmanninu mínum í dag og ég er ekki alveg búin að ákveða hvað við ætlum að gera. Nei. En við gerum örugglega eitthvað. Ég var ekki að versla í einhverja matvöru og kannski finnum við einhverja sýningu sem við getum kíkt á. Aldrei dauður tími hjá þér? Nei. Ég bý hann til ef hann Já. En þú, Halldór? Já, ég fæ einmitt aðstöðuna mína seinnipartinn í dag og þá þarf að versla inn fyrir helgina og fara út með hundinn og hreyfa sig og svo ég að fara á tónleika í kvöld í hvað heitir kirkjan? Gráuskirkja. Já. Það eru styrktartónleikar sem Lægjósklúbbur í Grái með alltaf einu sinni á ári. Þar sem koma flottir tónlistamenn og gefa vinnu sína. Þannig að ég ætla að fara á þessa tónleika í kvöld. Já. Brynja og Halldór, það hefur verið alveg frábært að hafa ykkur hérna í spjalli. Þetta var rétt eins og við værum yfir kaffibolla heima hjá öðru hvoru ykkar eða mér og þakka ykkur innilega fyrir komuna. Takk fyrir leiðis. Takk fyrir mig. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar.
Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Já, þá ætlum við að ræða, horfinn höfund en samt sprell lifandi. Það held ég á laugardaginn eftir 2 daga sem að málþing verður haldið hér. Allmerkilegt sýnist mann á dagskránni, 50 ár liðin frá andláti Gunnars Gunnarssonar, minningardagskrá í Veröld, og það eru komnir hérna 2 góðir gestir til að fræða mig Gunnar Gunnarsson, því ég vil bara viðurkenna það að ég veit ekkert allt of mikið Gunnar. Það sem ég veit Gunnar að hann átti kappi við Laxness og sumir héldu að Gunnar fengi Nóbel en ekki Laxness, og svo hef ég líka heyrt að Gunnar hafi verið nasisti, og ég veit hann skrifaði á dönsku, en ég veit ekkert mikið meira Gunnar fyrir utan það að ég hef lesið einhverja bækur eftir hann, en það ansi langt síðan. En já, þetta ekki ágætis inngangur, Skúli Björn Gunnarsson, forstöðumaður á Skriðuklaustri fyrir austan, og Jón Yngvi Jóhannsson, þú ert bókmennafræðingur, þið ætlið báðir að láta mikið að ykkur kveða, það ekki? Núna á næstu dögum, og fyrir þig sem fráfarandi, þú ert að hætta á áramót, þetta svona, má segja að þú setja enda sögu Gunnars með ákveðinni flugeldasýningu núna? Já, þetta svona stóru viðburður allavega á þessum lokametrónu hjá mér í þessu starfi sem forstöðumaður Gunnarsstofnunar. Já. Þannig að það vel við hæfi. Einmitt. Segðu okkur, byrjum bara á því að dekka þessa dagskrá. Það stórmerkur atburður þarna inn í henni. Já, þetta er tvíþætt dagskrá á laugardaginn, þannig að fyrir hádegi þá byrjum við svona upp úr klukkan 9, þá byrjum við með opið málþing, þar sem allir eru náttúrulega velkomnir. Já. Og þar erum við svona að beina aðeins sjónum að Gunnari út frá nýjum vinkli kannski, að svona út frá honum og innflytjenda bókmyndum, af því að hann var auðvitað innflytjenda höfundur í Danmörku og svo nánast innflytjenda höfundur þennar snýri aftur heim svona, sum ákveðin viðhorfa allavega. Innflytjenda höfundur? Já, það að segja rithöfundar af erlendum uppruna sem eru ekki að skrifa í heimalandinu heldur, og sem við eigum orðið góða flóru af hér á landi núna, og við ætlum einmitt að blanda þessu þannig saman að leiða þetta frá Gunnari yfir í hvernig þetta hefur þróast á Norðurlöndum og síðan yfir í höfundana sjálfa sem eru hér í dag að skrifa og eru aðkomnir en upplifa sig kannski á annan hátt heldur en þeir höfundar sem eru hér fæddir og hafa alltaf skrifað á íslensku. Já, og leiðu þú nefnir þetta orð, innflytjenda höfundur, þá finnum maður hvað það talar sterkt inn í samtíma umræðu og pælingar okkar. Algjörlega. Og sömulegis að þá er eiginlega viðburðurinn eftir hádegi, eftir klukkan 1, að þá byrja svona seinni helmingurinn í þessari minningardagskrá og það er uppleistur á aðventu, frægasta verki Gunnars á 21 tungumáli. Hvernig farið það því? Það var svona ákveðið átak að finna út úr því, en við gerðum þetta fyrir nokkrum árum síðan, 10 árum síðan, að þá lásum við á 11 tungumálum austur á Skriðuklaustri, nóg af herbergjum í húsi skáldsins þar, en til þess að gera þetta hér á höfuðborgarsvæðinu þá þurfti ég að fá bæði Veröld og Eddu undir til þess að hafa 21 rými fyrir lesara, en svo þurfti að finna lesarana og það var kannski snúið, en ég fór líka í gegnum í rauninni þetta áhuga fólk bókmenntir sem að er hér í hópi innflytjenda hér á landi, þannig að það var bara svona sendt út á samfélagsmiðlum og kallaði eftir því hvort að maður vill ekki koma og lesa, og það hafðist þannig að finna lesara alveg frá asersku og georgísku og yfir í náttúrulega síðan auðveldara kannski með enskuna og annað og Norrlandamálin, sendiherrarnir koma nú líka aðeins og fá að lesa og svona, þannig að þetta er mjög fjölbreyttur hópur. Þetta er alveg magnað, 21 tungumál. Já, og við ætlum, það sem meira við ætlum meira að gera tilraun til þess að vera með þetta allt í beinu streymi á netinu. Já, þannig að hver sem getur notið og valið sitt tungumál. Já. Þetta er alveg ótrúlega flott. Og þú nefndir aðvendu, náttúrulega sem þessa sögu sem er lesin á öllum þessum tungumálum. Já, það nálgast nú aðvendan og er þessi saga Gunnars aðvendan
Er hún það sem að hefur helst lifað alltaf til samtímans? Já, hún er svona, hún er hans aðgengilegasta verk, getur við kannski sagt, og það verk sem að hefur og er ennþá auðvelt að fá nýjar þýðingar á. Þannig að á síðustu 10 árum þá erum við búin að vinna dálítið markvisst í því að fá hana gefna út á 9 tungumálum og í 9 þýðingum. Og það hefur gengið ágætlega. Við erum búin að fá á þessum árum núna 15 tungumál. Núna síðast var einmitt að koma út ný þýðing á ensku, þetta er Philip Broughton og sem er gefin út hjá Penguin Random House í Bretlandi og er núna bara aðal jólabókin þar. Þeir eru með gríðarlega mikla markaðsherferð í kringu það og miklar uppstillingar í öllum bókaverslunum helstu bókaverslunum í Bretlandi á aðventu sem bara svona eins og jólasögu Dickens, að þetta sé svona okkar jólasaga á Íslandi, þannig að þess vegna ættu menn að kaupa hana. Og þetta hefur gengið mjög vel, þannig að aðventa það er einhver galdur við aðventu sem að gera það verkum að hún er tímalaus, hún gengur inn í eiginlega hvaða menningarheim sem er og ég geti bara tekið sem dæmi að hún kom út 2016 í ítalskri þýðingu og hún er búin að seljast í milli 30 og 40.000 eintökum sem verður að teljast nokkuð gott fyrir látin höfund. Og það er annar galdur hvað hún hentar vel til upplestrar. Já, hún er náttúrulega ekki mjög löng. Hún er svona 2,5 tími í upplestri. Það er líka einhvern veginn bara músíkinn í textanum og hérna hvernig þetta, já, stígandinn og allt einhvern veginn. Já, það er náttúrulega byggingin í henni er þannig. Þetta er náttúrulega svona hálfgerð gönguför, sko. Og síðan þegar að höfundurinn stekkur líka aðeins inn í og grípur í taumana. Það er svona svolítið stílbragð sem er skemmtilegt. Eigum við kannski bara fyrir þá hlustendur og áhorfendur sem hafa ekki lesið aðventu og kannski ungt fólk sem veit ekkert hvað aðventu er, má kannski biðja þig að segja okkur í nokkrum orðum hvað aðventa er? Það er kannski svolítið flókið, sko. Það er að segja mjög margt aðventu. Ég er mjög minnistætt að einhvern veginn var ég að kenna í endurmenntun Háskóla Íslands námskeið Gunnar Gunnarsson og við varum að lesa aðventu með nemendum sem voru á öllum aldri og ég var búin að fjalla heilmikið svona hinn heimspekilega og trúarlega bakgrunn aðventu og það er mjög mikið af trúarlegu táknmáli í þessari sögu, mjög mikið af heimspekilegum vangaveltum og hérna líka það sem ég reyndar hugsað síðar og skrifað að hún fjallar líka svolítið það hvernig fólk upplifir hálendi Íslands og víðernin. Að því leyti er hún mjög, Skúli segir hún þessi tímalaus, ég er náttúrulega verða að mótmæla því verðandi svona bókmenntasögu fræðingur. Hún er líka mjög dæmigerð fyrir sinn tíma að því leyti að hún er svona eina fyrstu textunum sem við eigum sem að breyta upplifun fólks á hálendinu. Það sem að hálendi verða heimkynni Íslendinga í staðan fyrir að vera staður sem að fólk óttast og það sem eru útilegumenn og draugar og hérna fólk vill helst ekki dvelja á en Benedikt hann sækir sem er aðalpersonan, hann sækir í að vera einn á fjöllum til að upplifa einhvað sem er það sama held ég og fólk er að sækjast eftir í samtímanum þegar það fer í fjallgöngur og fjallaferðir. Það má líka nálgast aðventu út frá fleiri sjónarhornum, þetta er líka ástarsaga í raun og veru. En svo þegar ég var búin að gera þetta í endurmenntun, fara í gegnum þetta allt saman, þá stóð upp svona gamall virðulegur maður og byrsti sig aðeins við mig og sagði hættu þessu, þetta er bara saga gamlan mann sem fer upp á fjöll að leita kindum sem er líka alveg satt. Heiðarlegt sjónarhorn og það er í raun og veru í sjálfu sér mjög merkilegt að saga gamlan mann sem reyndar Benedikt ekkert gamall, hann er gamall okkur Skúla hann er 54 ára hann er alveg á milli okkar núna. Já. Er það ekki? Ég er 53 og þú 55, já. Þannig að hann er ekki eldri en það. En hérna það að saga svona lífsreyndan mann sem að fer á fjöll til þess að leita þeim kindum sem að aðrir hafa gefist upp á að finna að hún skuli tala til fólks í nútímanum og ekki bara á Íslandi heldur líka í Georgíu og í hún hefur verið komin út á arabísku nýlega þannig að maður getur ímyndað sér fólk sitja í eyðimerkur hitanum í loftkældu herbergi að lesa aðventu, það er svona svolítið skemmtileg tilhugsun Nú þarf ég að leggja fram litla sögu. Ég elst upp í Mývatnssveit. Hverfjall er þar helsta djást Mývatnssveitar, mesti sprengigígur í Evrópu. Jón Bjartmar hét bóndi í Reykjahlíð
einhverja örfáa kílómetra frá Hverfjalli, kannski 4 eða eitthvað sluðs. Og hann var einhverju sinni spurður hvort hann hefði ekki oft farið upp á Hverfjall, þennan mikla sprengigíg. Nei, sagði hann, það hefur nú aldrei gert. Hefur aldrei farið upp á Hverfjall? Nei, það eru aldrei kindur. Nei. Það er akkurat málið. Nei, en það er alltaf, sko, það er kannski helsti munurinn á okkur og fjallabensa, sko, að fjallabensi fer til fjalla til þess að leita að kindum, en það er líka eitthvað í sko því hvernig Gunnar lýsir upplifun hans af hálendinu sem að nútíma fólk tengir mjög sterkt við. Af því hann er líka að sækja bara í, sko þetta er hans heimur, segir einhvers staðar í sögunni, hér er hann heima og hann er meira heima í óbyggðunum heldur en í byggð. Og það er aftur sko hugmynd sem hefði verið 19. aldarmanni mjög framandi. Og bara sko svo við höldum áfram að tala fólk úr Þingeyjarsýslum, sko, hérna bara Þorkell Skjallandi sem er kynslóðinni eldri en Gunnar, að hann skrifar einhvers staðar það, sko, hvernig hann hérna þjáist af heimþrá í, sko, þegar hann er á fjalli í göngum. Því að þetta sé svo óspennandi land miðað við, sko, gróðursældina heima í sveitinni. Að það er það sem hann þráir. En að því hann er náttúrulega 19. aldar maður og sér hlutina svona útrá, en Gunnar eru þetta borgarbúi sem að sér náttúruna með svolítið öðrum hætti og miklu líkari hætti heldur en við, eins og miklu líkari hætti og við gerum í samtímanum. Þannig að sko þetta er ein ástæðan í viðbót fyrir því að þetta lifir, en það dregur ekkert úr hinu. Að hún fjallar líka svona tilvistarmál, hún fjallar eftirsjá og hérna ákvarðanina sem að Benedikt hefur tekið í lífinu, leyndarmálin sem að enginn veit nema fjöllin sem hann hefur rópað inn í einveru sinni, sko. Að það er mjög margt líka sem að er sko tímalaust, svo ég tæki nú aftur undir við skúla, þó það sé líka í henni svona samtímalegt, samtímalegu þáttur. Já, hann er, og Benedikt er náttúrulega, hann er þessi persóna hjá Gunnari, hann er svo mannlegur. Það er að við getum öll fundið einhverja samsvörun með honum. Já. Er Gunnar enn að, hvað maður að segja, tapa á því að hafa skrifað á dönsku? Svona, hvað var það sessans í íslenskri bókmenntasögu? Góð spurning. Hann gerði það sannarlega á tímabili og lengi vel. Og það eru alveg til sko yfirlitsrit íslenska bókmenntasögu, að minnsta kosti 1, þar sem að Gunnar er hreinlega sleppt. Og þetta snýst náttúrulega spurninguna sko hvað eru íslenskar bókmenntir, hvernig afmörkum við íslenska bókmenntasögu. Og hérna við getum gert það á ýmsan hátt. Við getum gert það út frá tungumálinu sem textarnir eru skrifaðir á og ákveðið að bara það sem er skrifað á íslensku séu íslenskar bókmenntir. Og við getum gert það út frá þjóðerni höfundarins eða ríkisborgararétti og sagt bara þær bækur sem eru skrifaðar af fólki sem er með íslenskar ríkisborgararétt og fætt og uppalið á Íslandi eru íslenskar bókmenntir. Ég held að hvoru þessara afmarkana gangi á endanum. Fyrir mér þá eru íslenskar bókmenntir kannski fyrst og fremst það sem hefur verið lesið á Íslandi sem íslenskar bókmenntir. Og Gunnar var náttúrulega lesinn mjög mikið bæði á íslensku og dönsku. Við mögum ekki gleyma því að sko þegar Gunnar byrjar að skrifa og eiginlega allan hans feril að þá er danska hið sjálfgefna annað mál Íslendinga, ekki enska. En auðvitað var hann fordæmdur sko ekki bara af Íslendingum, heldur líka stundum af dönum sem að vildu hérna koma sér mjúkin hjá Íslendingum. Kannski sá sem að hérna fordæmdi Gunnar harðast, og ekki bara Gunnar, heldur líka Jóhann Sigurjónsson sem auðvitað skrifaði líka á dönsku. Og sagði ekki að það væru föðurlandsvikarar, heldur sagði hann sumir kallað á föðurlandsvikara. Það var danskur sendikennari við Háskóla Íslands, Holger Wie. Þannig að, og hérna þetta hefur þetta verið stundum notað gegn Gunnari. Ég held að mjög fáir sko yngri lesendur í dag viti endilega að Gunnar skrifaði á dansku. En vita yngri lesendur að Gunnar er til? Já. Sko. Það er svona síðan annað mál sko, það er ekki gott að segja, hann náttúrulega Svartfugl og Aðventa voru á leslistum í framhaldsskólum, töluðum leslistum framhaldsskólana, töluvert lengi og eitthvað aðeins en þá inni sem einhverja valbækur sko,
en það nú kannski svona bara eins og með aðra höfunda sem áttu sitt blómaskeið miðja síðustu öld eða jafnvel fyrr, að þeir nú kannski ekkit ofarlega á leslistónum hjá yngri kynslóðin í dag. En svona að því varst að tala um þetta þetta með danska höfundinn Gunnar, að þá líka náttúrulega svo sérstakt með það að þó að hann verið skrifað á dönsku, og mér finnst þetta mjög svona góð þessi tilvitnun sem að þú dróst fram, Jón Ingvi, þegar við vorum að velta fyrir okkur aðeins með hvað við ætlum að hafa sem titilin á þessu málþingi, og titilin sem sagt að tilheyra engum bókmenntum. Og þetta svona óbein tilvitnun í blaðaviðtal sem að var í dönsku blaði 1929 við Gunnar. þar sem hann svona sagði eitthvað á þá leið að hann tilheyrði dönskum bókmenntum að því hann skrifaði á dönsku en hann tilheyrði kannski íslensku bókmenntum að því hann skrifaði Ísland en kannski tilheyrði hann bara engum bókmenntum og væri kannski bara eitthvað hann mitt á milli í miðju Atlantshafi. Og það svona kannski akkurat þessi staða og alveg eins og hún var jafnvel sleppt í einni bókmenntasögu hér á Íslandi að þá hafa Danirnir líka alveg sleppt honum út úr sinni bókmenntasögu og en skemmtilegt frá því að segja líka að vonandi á næsta ári að þá mun aðventa koma út eftir áratugabið í Danmörku aftur og stimpla Gunnar inn svona sem danskan höfund aftur af því að hún kemur út í klassíkseríu hjá Dansk Sprog- og Litteraturselskap og hann Kim Lembeck þýðandi og fræðimaður í Danmörku sem hefur verið að vinna því verki kemur einmitt og talar á málþinginu. Mér finnst nefnilega svolítið skrítið mitt með Dani og danska bókmenningu að þeir hafa ekki séð hvað þetta í raun og veru merkilegt að það skuli hafa verið til innflytjendabókmenntir í Danmörku á þessum tíma. Því að Gunnar er náttúrulega langstærstur en þetta eru 12 höfundar sem að skrifa á dönsku íslenskir á þessum tíma og mér hefur alltaf fundist þetta að vera liggja beint við að þetta sé merkilegu kafli í íslenskri bókmenntasögu án þess að ég þurfi endilega í danskri bókmenntasögu segi án þess að ég þurfi endilega að færa rök fyrir gæðum bókan. Bara það að þessir höfundar hafi starfandi, vinsælir og virtir í Danmörku á þessum tíma finnst mér sögulega mjög merkilegt. Og svo náttúrulega eru bækur eins og aðvenda sem eiga algjörlega heima í sem dönsk klassík eins og núna loksins að verða tilfellið. Að því hér var minnst á leslista í framhaldsskólum þá man ég að ég útskrifaðist úr menntaskóla 1985 og ég tók alla íslensku áfanga í MA sem ég gat tekið og ég þurfti að lesa aðventu en ég held ég hef ekki þurfti að lesa Svartfugl bara svona til fróðleiks og upplýsingar en ég sagði þarna í inngangi að ég vissi voða lítið um Gunnar og hafi einhvern tíma vitið eitthvað hann þá hefur svolítið fallið á það ég hef komið að Skriðuklaustri þetta er náttúrulega stórkostlegu staður og það er gestamargt hjá þér veit ég Skúli hróður Gunnars mikið erlenda gesti sem að koma og kann að vera hróður hans í einhverju leyti eða orðspor annað utanlands en enn? Já, það er við erum, að ég nefndi ítalsku þýðinguna á þann að þá erum við svona farin jafnvel að fá ítalska bókmenntaferðamenn sem eru þá að leita stöðum sem að tengjast höfundum sem þeir hafa lesið. En Skriðuklaustur er náttúrulega fjölsóttur staður af bæði erlendu ferðamennum og íslenskum. En málið er auðvitað að við höfum byggt þetta menningarsetur upp ekki gaggjert til þess að vera eingöngu skáldasetur og í með þeim klassíska hætti. Það er mín sýn að ég raunin svona skáldaheimili sem að eru svona kannski nokkuð, við getum tekið Gljúfrastein sem dæmi svona nokkuð klassíska gerð af því sem er bara safn höfundinn og svona reynt að halda húsi og húsakynnum svona sem mest í þeim eins og það var og þetta frostna augnablik svona úr lífi og fortíð höfundarins að þetta er svona gegnumgangandi í rithöfundasöfnum út allan heim og kannski verið að setja svona safngildið dálítið mikið og safnhlutverkið miklu ofar heldur en höfundinum og menningararfleifð höfundarins og mín sýn er svo að menningarsetur sem er að starfa og halda utan minningu eins höfundar eða fleiri að þeim beri í rauninni skylda til þess að ganga dálítið inn í höfundarhlutverki sjálft
Það er að segja að reyna að halda áfram að kynna verkin til þess að koma þeim til fleiri lesenda og nýrra lesenda. Þannig að svona bara mjög einföldun á þessum skilningi mínum er að segja að sko hlutverk Skriðuklausturs í þessu tilfelli Gunnars, það er nánast að vera svona eins og góður texti aftan á bókarkápu Gunnar, að við viljum lokka einhverja til þess að koma til okkar og svo sá einhverjum fræjum höfundinn og verkin og ekki síst verkin, fyrst og fremst verkin í rauninni, til þess að fá lesandan til að opna bók þegar hann kemur heim til sín eftir að hafa heimsótt okkur. Bökkum 26 ár aftur í tíman. Förum að þeirri ákvörðun þinni að sækjum þetta starf. Hafðirðu þá fyrir mjög mikinn áhuga á Gunnarsinni og ef svo hvers vegna? Ég hafði heilmikinn áhuga á Gunnari. Ég fór í gegnum íslenskana í Háskóla Íslands og var þar meðal annars í tímum hjá Matthíasi Viðari sem að hélt mikið upp á Gunnar og kendi hann töluvert mikið í íslenskunni og þannig að ég þekkti nokkuð vel til Gunnars. Ég var líka býsnaskólaður í Laxness og var meðal annars að vinna í Landsbókasafninu að því að koma þar inn bréfasafni hans og skjalasafni frá Gljúfrasteini. En þannig að þetta svona bara hentaði mér mjög vel og passaði vel við mín áhugamál. Nú nefnir þú þá báða þarna í sömu málskrein og ég nefndi þá báða þaðan í inngangnum. Sess Laxness er náttúrulega gríðarlega sterkur þótt flestir séu hættir að lesa hann allavega í framhaldsskólanum. Er hann ekki þá sterkur? Jú, og ég vil sjá tölunar á þessum mokkakönnun á en ég segi meira en það hversu mikið er lesið af Halldóri Laxness í framhaldsskólum af því að ég kenni kennurum við Háskóla Íslands, er dósent við menntavistarsvið og við heldum við þurfum kannski að kanna þetta mál aðeins betur. En getum við enn borið þá saman? Sko, já, við hljótum eiginlega að gera það. Það mörgulega því að sko saga Halldórs og Gunnars er mjög merkilega, hún er líka mjög samtvinnuð. Þú nefnir að það sem þú vitir er að þessi keppinautar sem að þeir voru líka vinir og þeir voru líka samstarfsmenn og ég meina fyrsta þýðingin á verkum Halldórs á erlend mál er þýðing Gunnars á Sölkuvölku. Sum verka Gunnars lifa meira og betur með lesendum í þýðingum Halldórs heldur en í þýðingum Gunnars. Þannig að þeir voru, eins og segið, þeir voru keppinautar, þeir voru vinir, þeir voru samstarfsmenn og kannski er best að lýsa sambandi þeirra þannig að þessi hlutverk hafi leikið misstórt hlutverk á ólíkum æviskeiðum. Stundum voru þeir mest vinir, stundum voru þeir mest samstarfsmenn og stundum voru þeir mest keppinautar. Ég ætla ekki að fara nánar út í það. Ég skil. En sko við hljótum að sko vilja muna höfunda eins og Gunnar og ekki bara Gunnar Gunnarsson, við getum alveg bætt Þórbergi við til að vera með á alla þrjá. Ekki síst til þess að sko minna á það að íslenskar bókmenntir á 20. öld er ekki bara einn höfundur. Og þess vegna kannski sko líka má setja spurningamerki við það hvort að umræða það hvað er lesið í íslenskum framhaldsskólum eigi bara snúast einn höfund. Eða hvort að umræðin er kannski að snúast það hvort að nemendur séu að lesa bókmenntir og séu að læra að tala þær og greina þær og tjásu þær og að þeir skipti þau nemendur einhverju máli. Þannig að en sko sumiliti er náttúrulega saga íslenskra bókmenntar svona síðustu 100 árin er sagan það sem eins og Ástráður Eysteinsson sem við heldum áfram að tala gamla kennara okkar skúla. Hann skrifaði eins og grein sem hét Halldór Laxness og aðrir höfundar sem að væri með þess að fjalla þetta. Pétur Gunnarsson sagði að hann hefði sett punkt Laxness og bara, þú veist, það er einhvern veginn ennþá. Já, hann er alltaf bara viðmið og hann er það og við komumst ekkert undan því að hann er bara viðmið fyrir allt annað á 20. öld. En sko það er margar ástæður fyrir því að halda áfram að lesa Gunnar Gunnarsson og þó að það væri kannski snúið að lesa þetta með Svartfugl með nemyndum í framhaldsskóla bara út af fyrir málinu og sögunni svona litast aðeins af þeim tíma sem hún gerist á að þá væri sannarlega hægt að lesa ýmislegt annað af verkum Gunnars meðal annars smásögur, það þarf ekki alltaf að lesa sko 400 síður til að kynna eldri höfunda þannig að
ég held að það sé alveg hann lifi og líka eins og Skúli sagði áðan það er ekki hægt að bera allt saman við Halldór Laxness. Ef við berum Gunnar og aftur Þórberg saman við aðra höfunda sem voru starfandi á Íslandi frá því 1920 og fram yfir seinna stríð, að þá er náttúrulega staða þeirra mjög góð og staða Gunnars mjög góð í samanburði við alla nema Halldór Laxness. En hvor ykkar vill svara spurningunni mögulega báðir? Bara í hverju felst snilld Gunnars? Í hverju felst snilld Gunnars? Sko, hann spreytti sig nú á ansi mörgu í sínum skrifum. Það og það sem nú kannski ekki síður merkilegt í rauninni það að hann búinn að skrifa nánast öll sín verk þegar hann kemur 50 að aldrei heim og byggir húsið á Skriðuklaustri og leggja þar að baki 20 skáldsögur og af mjög fjölbreyttum toga allt frá því að vera með eins og svo við nefnum fleiri verk heldur en þau sem við höfum nefnt að Víkivæki sem það sem allar sögupersónuna nema ein eru uppvakningar. Já. Og síðan mikið uppáhald hjá mér Sælur eru einfaldir, bók sem gerist bara á 7 dögum og talar menn allavega hafa meiri skilning á henni í dag að lesa hana heldur en núna þegar menn eru búin að gangi gegnum heimsfaraldur af COVID því hún gerist á tíma spænskuveikinnar í Reykjavík. Þannig að snilldin bæði í fjölbreytileikanum hvað fjölbreytt í bókunum hans sumar auðvitað náttúrulega kemst maður valla í gegnum í dag bara þetta eldist misvel eins og í það sem margt ég meina atvinnuhöfundar þeir eru í því að skrifa og gefa út bók á ári helst og Gunnar var svo sannarlega í þeim flokki og þar alveg þetta mjög misjafnt en síðan held ég akkurat líka í þessum einfaldleika hvað næra lýsa og Fjallkirkjan, fyrsta bindi Fjallkirkjunnar leikur að stráum virkilega góð lýsing á æsku ungs drengs í íslenskri sveit og kemur inn á mörg inn á tilfinningar og margt sem einhvern veginn snertir mann bæði á góðan og slæman máta og síðan þessi einfaldleiki líka með aðvendu eins og við vorum að tala það sagan, hann kunni að segja sögu, hann kunni að segja góða sögur og það bara heldur ennþá. Já, viltu bæta einhverju við þetta? Nei, en bara rifjast upp fyrir mér þegar Skúli nefnir fyrsta bindið af Fjallkirkjunni. Ég hef sjálfur oft verið að reyna að halda seinni bindunum fram en fyrsta bindið náttúrulega stórkostlegt og það sem hefur kannski lifað best af þeirri bók og minnir á það að Gunnar, eitt af þeim Gunnar gerir alveg einstaklega vel að lýsa börnum. Jafnvel í sögulegu skáldsögunum sem hafa nú ekki lifað mjög vel, margir af bestu köflunum þar lýsa tilvist barna og svona þessi stutta skáldsaga sem skrifaði sem heitir Drengurinn sem svona eins og tilhlaup að Fjallkirkjunni. Mér finnst svolítið að margt kjarnast í aðvendu, meðalans það að það sem að sameinar frábæran stíl og einfalda sögu sem að þó þegar betur aðgáð sneisafull af táknum og dýpt sem að vísa í mjög margar áttir. Það algjörlega hægt að lesa margar af bestu sögum Gunnars án þess að taka eftir neinu af því sem að vekur áhuga minn til dæmis, eins og gamli maðurinn sem myndi okkur á það að venta væri saga gamlan mann að leita kindum en það líka hægt að lesa þeir á dýptina og það ákveðin snild fólkin í því að skrifa sögur sem að virðast á yfirborðinu einfaldar en eru hins vegar mjög djúpar og geta leitt lesandan í margar áttir og Sælur einfaldir sem að Skúli nefndi það sem ekki bara drepsótt heldur líka eldgos
er náttúrulega saga sem að gæti, það verið fróðlegt að lesa hana með framhaldsskólanum í dag. En hvað með hugtök eins og rómantík og raunsæi, hvað hann stattur þar? Sko, ég er alltaf skeptískur á að nota bókmenntasöguleg hugtök sem svona einhverja flokkunarkassa sem að hægt að setja fólk í. Nú, þar talar allt öðruvísi heldur en kennararnir mínir þegar ég nam íslensku við Háskóla Íslands. Já, það er kannski svolítið langt síðan líka. Það er svolítið langt síðan. Já, en sko Gunnar eins og Skúli segja, hann er mjög fjölbreyttur höfundur. Það má segja sko öll verk hans kannski að undanskildu því fyrsta sögu borgarættarinnar og vikivaki sem Skúli nefndi líka séu einhvers konar raunsæi. Ekki félagslegt en svona raunsæislegar skáldsögur en líka mjög tákrænar. Og svo er spurning hvað að gera við bók eins og vikivaka. Því að það er skáldsaga sem ég myndi sko hiklaust kalla móderníska og aftur kollega mínir í Danmörku hafa ekki ennþá átt að segja á því að þeir eiga þarna mjög merkilegt tilraunakent verk frá sem kemur út bara á 4. áratugnum segi. En hún vísar líka veginn til okkar tíma. Því að ég þekki sko fólk sem hefur verið að lesa vikivaka undanfarið sem kemur úr allt annari átt, fólk sem er sko alið upp í fantasíuheiminum og hefur bæði lesið og reyndar skrifað verk af því tagi og það sér í vikivaka sko fyrstu frægin að íslenskri fantasíu. En sko málið með svo ég klára þetta bókmenntahugtökin, að það eru þetta til tvenns konar bókmenntahugtök. Það eru þau sem að höfundar sko fylgja sér og boða og skipa sér undir eins og félagslega raunsæið á 4. áratugnum, gott og vel. Og svo eru þau sem við sem fræðimenn setjum á höfunda eftir á. Og Gunnar tilheyrði aldrei neinum skóla. Nei. Hann taldi sig aldrei tilheyra neini hreyfingu höfunda. Fór sínar eigin leiðir. Og það er reyndar sko bara svona stef ekki bara í hann sem höfundur, hann sem manneskja líka, og þegar kemur nú þetta með innflytjendavingilinn sko, að hann var alltaf sjálfstæður, hann tilheyrði aldrei neinum skóla eða flokki. Þannig, hann skrifar einhvers staðar það sem hann er nú að gera upp sko stjórnmála afskipti sín, ég var ekki falur neinu valdi og það á líka við í sko bókmenntaheiminn. Þannig að ég ætla ef þú spyrir akademikar einfaldar spurningar það farið flókið svar, þannig að þú færð engan merki með rómantík er að segja. Nei, ég veit. Nei, skald á ekki samleið með neinun að skaparanum. Já, hann sagði það líka. Já. Þannig að hann hefur verið óhrættur við að bara brjóta brímið einhvern veginn einn og sér og hvaðan fékk hann þetta hugrekki og hæfileika og kraft? Það er nú svo sem kannski ekki gott að segja, en hann fékk nú ákveðin, hann náttúrulega fæðist í Fljótsdalnum og svo er hann ekki nema 7 ára gamall þegar hann flýst með foreldrum sínum í Vopnafjörð og missir sig að móður sína þar árið síðar og þannig það er ákveðið mótlæti sem hann verður fyrir og svona eitthvað sem hann kannski er oft notað til þess að skýra út eitthvað. En síðan er náttúrulega kannski þetta bara að sækja svona hart á eftir þessum draum sínum bókmenntirnar, að verða höfundur, að fara 18 ára gamall til Danmerkur, svona með þennan draum eitthvað, ómótaðan eða hálfmótaðan og síðan eiginlega svona sannfærast bara á 2 árum þar í lýðskóla að jú, ég ætla að láta reyna á þetta. Já. Hvenær fór Jóhann Sigurjónsson rétt upp úr 1900? Nú er ekki með það alveg þess að Jóhann var náttúrulega í Kaupmannahöfn þegar Gunnar kom þangað og þeir voru góði vinir líka. Og þetta er náttúrulega eins og Skúli segir, þetta er sumleiti algjörlega óskiljanleg saga að hann er 18 ára þegar hann flyst út 1907 og það líði ekki nema 2 ár þangað til hann er farin að birta sko sögur og ljóð í dönskum blöðum. Já. Þannig að og hann hefur verið sko haft ótrúlega seiglu til að bera því að hann sko lifir sko sveltur hálfu hungri þannig næstu árin og dregur fram lífið á því að skrifa í blöð og tímarit gefur út ljóðabók 1911 sem heldur hann bara að tapa peningum á sko. Já. Og það er raunur ekki fyrr en 1913 sem að hann svona
þegar hann slæri gegn sem að hann kemst í heila höfn. Og þá hann búin að lifa þessu lífi í 4 ár. Þannig að einhver leiti er þessi ofboðslega segla og vilji til þess að vera skáld og ekkert annað, sko. Já, einmitt. Ég nefndi þarna nasismann áðan, ég var svona að googla, það er ekkert mörg ár síðan menn voru að rífast það á internetinu, hvort hann hefði verið nasisti eða ekki. Var hann nasisti? Þetta eitthvað sem dúkar alltaf upp. Já. Gunnarsson var ekki nasisti. Nei. Það held þessi engin leið að halda því fram. Það er því oft haldið á lofti að hann var eini Íslendingurinn sem hitti Adolf Hitler. Það er færri sem að minnast á það að hann var líka eini Íslendingur sem hitti Jósef Stalin 1927 á 10 ára afmæli byltingarinnar, þar sem hann var sendur sem blaðamaður pólitíken sem að það var fremur vinstri sinnað blað. Á hinn bóginn þá ætla Gunnar kom ansi nálagt valdinu í Þriðja ríkinu. Hann starfaði með samtökum sem að nazistaflokkurinn hafði tekið yfir, sem að Nordisk Gesellschaft, skiplaði upplæstarferðir hans og annars slíkt. Hann átti mjög mikill að hagsmuna að gæta í Þýskalandi, seldi bækur þar mjög vel. Þannig að, já, ég voru það þannig, hann var farið nær Þriðja ríkinu heldur en kannski var honum sjálfum hollt og heldur en hann gerði sér sjálfur grein fyrir en eftir stríð, en það held ég líka var honum töluvert áfall. Þegar hann... En var það hagur einhverja keppnauta hans að koma þessari sögu á stað? Já. Þannig að þegar að Gunnar kemur heim, það er enn eitt kaflinn í lífi hans, þá fer hann verður svona virkur þáttakandi í kaldastríðinu, menningar hluta kaldastríðsins frá og með svona 1956 ef ég mann rétti, þetta að fletta upp í sjálfum mér. En og þá er það þannig að í nokkur ár þá birtir Þjóðviljinn til dæmis aldrei neina umfjöllun Gunnar Gunnarsson nema að hafa mynd af honum á kanslaratröppunum í Berlín að koma að fundi Hitlers. Þannig að honum var núið þessu nasir alveg endalaust. Og kaldastríðið í íslenskri menningu á 7., 7. og 8. áratugnum var náttúrulega alveg ofboðslega hörkulegt. Já, það var alveg óvægið og þetta, og það eimir alveg eftir að þess ennþá, sko. Það er fyrir 25 árum þegar við opnuðum dyrnar á Skriðuklaustri aftur svona undir þessu nýju formerkjum með sem menningarsetur að þá var nú mjög algengt að þá kemur inn með 3 nöfn á vörunum, og það var þá Gunnar og Arnar Hreiðrið og Hitler. Af því að þessi grófusaga það að sami arkitekt hafi teiknað þetta og Arnar Hreiður Hitlers flög líka ansi vel á 8. og 9. áratugnum og fór meira sjá brentir í íslenskum ritum. En en það hefur nú sem betur fyrir að þá hefur nú svona smátt og smátt, og kannski hefum við eitthvað þátt í því með því sem þessari starfsemi sem við höfum verið með á Skriðuklaustri að svona vinda svolítið ofan að þessu, þannig að það er nú ekki oft í dag sem að menn koma svona inn eða maður heyrir svona einhverjir er að segja börnunum eða eitthvað, já þetta hann var nú nasisti eða eitthvað svoleiðis. Þannig að enda fyrir því er náttúrulega bara eins og Jón Ingi var að fara yfir, hann hafiði bæði mikinn hag af því að selja sína bækur í Þýskalandi. Það er fyrsti markaðurinn sem hann fer að sækja inn á, hann reynir að finna þýska þýðendur bara strax í 1914-15, því hann sér þarna er markaður fyrir bókmenntir sem fjallum Ísland og slíkt, og svo er þetta svona kannski, þetta er svona meira kannski þetta sem að Jón Ingi hefur nú fjallað í sínum skrifum með Gunnar og bókinni Ævisögunni, að það er svona þetta kannski að hann kemur aldrei með opinbert svona uppgjör við þetta, en það var svona einhvern veginn kannski að honum bara fannst hann ekkit vera segur eða þurfa að vera að bera af sér einhverja sakir í því. Og menn spyrja sig þá líka, og eitt af því sem hefur kannski ég hef alltaf verið að fara að hugsa meira núna á sinni tíð er akkurat þetta að hann átti son í Þýskalandi á stríðsárunum sem var Úlfur, sem var síðan læknir á Ísafirði hér eftir stríð, að það hefur nú alveg örugglega eitthvað spilað aðeins inn í það hvernig hann leyfði sér að skrifa og segja svona opinberlega frá sínu skoðunum á hvernig stríðið var að fara.
og hvað var að gerast út í Evrópu á þessum tíma. Og hefur eflaust líka haft sitt að segja með það að hann tekur þessu ákvörðun að fara í þessa upplestrarferð eftir áramót 1940 eftir að styrjöldin er rauninni skollin á þar sem hann síðan líkur með þessu að hann hittir og gengur áfenn til þess. Og svo náttúrulega eitt í þessu sem er það að sko, Gunnar eins og mjög margir listamenn og mentamenn á millistríðsárunum hafði mjög mikla samúð með Þjóðverjum. Hann fór náttúrulega fór með lest í gegnum Þýskaland 1920 á leiðsend Lítaríu og sér þar sko eymdina eftir fyrra stríðið og það var svona ákveðin, það var mjög útbreitt skoðun að Vestfjarðasamningarnir í lok síðari heimsstyrjaldarinnar sem voru nú hérna bara 11. nóvember þó að allir sem voru að gleyma því og farin að stunda kaupæði í staðinn en hérna að Gunnar sem sagt hann eins og svo margir aðrir hafði mikla samúð með Þjóðverjum vegna þess hversu illa þeir fóru út úr þessum friðarsamningum eftir fyrra stríð. Og það er ekki sko það er bara svona mjög algengt viðhorf meðal menntamanna og listamanna í Evrópu á millistríðsárunum. Þannig að það er enn einn þátturinn í þessu. Ég er veltaði fyrir mér sko á maður að henda þessu bara? Er þetta orðið gott með nasismann og ekki nasismann? Er næsta viðtal sem ég tek eftir 5 ár kannski Gunnar Gunnarsson, er það ekki bara komið gott eða er þetta mikilvægt? Sko það er auðvitað mikilvægt að tala sko ýmsar öfgarhreyfingar og í sögu 20. aldarinnar. Það er hins vegar spurning hvort að það er það mikilvægasta í þeim efnum að tala skoðanir einstaklinga. Það er sko nú langar mér næstu því að vitni í glænýja skáldsögu eiginlega eftir Hauk Má Helgason sem var að bara koma út bara fyrir nokkrum vikum síðar. Það sem er töluvert fjallað gervigreind en líka töluvert fjallað viðhorf Íslendinga almennt og íslenskra stjórnvalda til nasismans og það hvernig við höfum fjallað þau efni sko í sögunni og í því sem kallað íslenska söguskoðun og þannig að ég held að sko, auðvitað á ekki að hætta að tala hérna, nasisma og kommunisma á 20. öldina en hvort að það verður best gert með því að velta þessu upp úr því hvað einstakir höfundar listamenn hugsuðu það er kannski ekki fyrir vorsta leiði til þess. Sammála þessu? Já, ég er algjörlega sammála þessu. Ég held að það sé nú svona alveg komið nóg af því en þetta er svona spurning af því að Jón Ingi nefndi nú gervigreindina sko, það er síðan spurning hverju gervigreindin mun halda til haga í þessari söguskoðun. Góð byrjun í að velta því fyrir sér er að lesa þessa nýju sögu hans Hauks. Já, skemmtilegt. Herramenn, það er búið að vera ánægja og heiður að fá ykkur hér að rauðaborðinu. Ég veit heilmargt sem ég vissi ekki áður og ég vona það sé eins með hlustendur og áhorfendur sem hafa fylgst með þessu spjalli. Kannski rétt bara í lokin þitt erindi, hvað verður það? Það heitir Heimalönd Gunnars Gunnarssonar og ég ætla að tala svolítið hlutskipti Gunnars sem innflytjenda höfundar, fyrst og fremst í Danmörku á fyrstu árunum en kannski aðeins að tæpa á því líka. Eins og Skúli nefndi þá var hann einhverju skilningi innflytjandi líka eftir að hann kom heim og þetta sem ég var að nefna áðan með hvernig hann tilheyrir aldrei algjörlega einhverjum svona hópum eða fylkingum þá er ég svolítið bara verið elda fyrir mér landafræðinni í lífi Gunnars almennt því að eitt af því sem skiptir máli og það er kristallandu í því að Skriðuklaustur er það sem það er að Gunnar var ekki Reykvíkingur. Hér erum eintómir landsbyggðarmenn fyrrverandi og núverandi við borðið. Hann kom til Kaupmannahafnar áður en hann kom til Reykjavíkur. Hann er uppi á tíma þar sem að allir íslenskir menntamenn og flestir íslenskir höfundar höfðu gengið í sama menntaskólan. Þeir þekktust allir frá þeir voru krakkar. Þannig að hann var líka svolítið utanveltu þess vegna. Hann var ekki í klíkunni. Nei. Þetta er gömul saga á ný. Mjög áhugavert og ég óska þér til hamingju Skúli með allt þetta mikla starf sem þú hefur unnið. Ertu farin að ákveða hvað þú gerir eftir áramót þegar þú hættir sem forstöðumaður fyrir austan? Nú alltaf ég bara var að reyna að snúa mér að sem Gunnar var að gera, að fara að skrifa. Já, skemmtilegt. Skemmtilegt. Það eru margar verri hugmyndir en þær. Já. Takk fyrir, gangi vel með þingið sem hefst á laugardaginn eða stendur yfir á laugardaginn og 31 upplestur á 21.
21 upplestur á 21 tungumáli með ólíkindum, gjörningur sem að hefur sannlega aldrei á sér enga hliðstæðu, trú ég. Ég held að þetta sé algjörlega einstæmi og örugglega enginn sem að leggur í að fara að gera þetta aftur, held ég. Skúli Björn Gunnarsson, Jón Yngvi Jóhannsson, kæra þakki fyrir komuna og gangi vel. Og ykkur hlustendum áhöröndum þakka ég samfylgdina í kvöld. Ég þakka líka öllum viðmælendum við rauðaborðið og tæknifólkinu okkar og ekki síst þakka ég ykkur sem styðjiði samstöðina með virkum hætti. Það hægt að gera það með því að fara inn á vefslóðina samstöðin.is og haka þar við hnapp þar sem stendur áskrift og gegn mjög hóflegu mánaðargjaldi aðeins 2.750 krónur. Getið þið séð til þess að við höldum áfram að blómgast og búa til meiri dagskrá fyrir ykkur. Það er stutt síðan við tókum nýtt skref, við erum með fréttir alltaf í beinni útsendingu klukkan 8 frá mánudegi til fimmtudags og gjarnan myndum við vilja enn auka okkar þjónustu og það verður ekki gert nema að þið kyndið mótorinn hjá okkur með ykkar bensíni. En þættinum lokið í kvöld, minna á það á morgun verður bein útsending klukkan 16 þar sem ég fæ 4 skemmtilega gesti til að ræða fréttir vikunar, tíðaranda og þjóðmál, alltaf í beinni útsending og föstudögum klukkan 4 og svo klukkan 9 á laugardagsmorgun verður helgispjall, góður gestur sem verður kynntur síðar. En það komið gott í kvöld, verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.